Komið sæl og blessuð, velkomin í Helgi Spjall, ég heiti Björn Þorláksson. Gestur vikunar bóksali, hann hefur sett mark sitt á menningar og útgáfumál. Nokkra hríð var tíma þingmaður, svo fátt eitt sé nefnt á merkri ævi og mig langar að reyna að kynna svolítið hans innra manni, hvernig sem það nú gengur. Vertu velkomin, Bjarni Harðarsson. Þakka þér. Hvernig hefur það í dag? Bara gott, bara mjög gott. Það ekki? Jú, lífið fer vel með mér. Já. Sko, ég hef aðeins kynnst þér í tímans rás. Ég hef upplifað stundir með þér þar sem að ég hef sagt konunni minni að þú sett nú alveg með skemmtilegri mönnum sem ég hef hitt. En ertu stundur leiðilegur? Ég held ég sé, ég vil eitthvað leiðilegur. Ég meira að segja, ég hef ákveðin aðdáun á leiðindum, því að þetta skemmtanagildi og þessar tilraunir mann alltaf skemmta sér, það oft bara, sko, já, eina af mínum fyrirmyndum í lífinu vinur minn Ólafur Ketilsson heitinn, sem að vandaði svo oft við það að vera leiðilegur. Já. Og það var gaman að umgangast hann þannig. Já. Það séum aðeins svo mikið í því að reyna að vera og þegar við kveikjum á ljósvakamiðlum og það eru og fólk alveg leggur sér framkróka að vera skemmtilegt við okkur og vera svo hrest og Já, það alltaf og þá getum við ekkert gert að slökkva. Nei. Þetta eins og með umræðan áfengismál, þeir eru að væla undan í læknandi núna sko og aðri þeir sem eru svona að spá í lýðheilsu að það sé svo mikið ákall á fjölmiðlunum að allir séu svo rosalega hressir og peppaður og svo eru menn orðin drukknir þarna bara þáttagerðarmenninni sjálfir af því það þarf að vera svo mikið stuð og erfitt að Við megum alveg vera alvarleg og okkur líður ekki vel nema við leyfum okkur að vera bara, og við megum hafa skap. Það nú eitt af því sem boðað í dag, það eins og enginn eigi að skipta skapi. Nákvæmlega. Það kemur ekki góð lýðheilsa út úr því. Við þurfum að fá útrás. Algjörlega, og sko opinberi vinnustæðir, ég hef nú smá reynslu af þeim, þar eru öll geðbrigði bönnuð. Já, það ekki gott. Þá hleðst upp mikil ólga. Já. Þá verður eitthvað sem að En sko það má ekkit vera nema sko eftir einhverjum formreglum og síðan fara menn í kulnun sem að hljóma nú fyrir mér sem einhver svona nútíma vitleysa. Já. Svo það sé bara sagt. Já. Við verðum auðvitað að geta unnið úr okkar daglegu vandamálum og daglegu mannlíðan sem lífi getur oft valdið okkur og þá mjög gott að labba á fjöll eða þess vegna eftir jafnsléttu. En fólk sem að stendur í báða fætur það heldur náttúrulega sínu striki með það að vinna og sofa og borða. Já. Þeir eru fleiri en þú sem halda þig fram að þessi kulnunar einkenni og svo saga öll þetta bara get ekki verið. Sko það getur alveg, sko, fólk verður mjög þreytt og leitt á sinni vinnu og það getur þurft að skipta og getur þurft að fara út af vinnustöðum, út af eitthvað skonar þrúandi andrúmslofti en það ekki lausnin sko, það það sem ég hef svo mikla áhyggjur af með okkar þjóð. Lausnin mjög mikið hjá fólki að hætta að vinna og við sem rekum fyrirtæki, við þekkjum það alveg að það bara orðið með miklu vandkvæðum að finna fólk sem vill vinna. Já. Og það miklu meira hitt að fólk vilji bara losna frá því og haldi að það sé hamingjan sem það alls ekki Hamingjan einmitt fólkin í lífsbaráttu. En við þurfum að hafa lífsbaráttu. Við þurfum að lifa þannig lífi að við þurfum að leggja okkur fram og verða þreytt við það eitt að draga björg í bú. Ef við töpum þessu, þá erum við búin að tapa sko, þá höfum við tapað í lífinu. Það ekki, en menn setja döfugt. Menn vilja helst geta lagst upp í rúm og fengið allt skengt til sín og halda að það verði hamingjan. Það verður það ekki. Nei. Ég fullyrði það. Það ekki margt sem að því ég efast nú meila alla hluti. Já. En ekki þetta. Nei. Og að fólk
fullfrískt fólk á góðum aldri, það á að leggja sig fram vinnu. En það er því miður ekki andinn í dag og ég áhyggjur af því sem að ríkisstjórnin að gera núna að sem sagt koma því jafnvel svo fyrir að það verði betra fjárhagslega að vinna ekki. Við erum að fara alvitlausarleið. Já. Ég hef stundum sko, það var skarast leiðir hjá mér og konunni minni í uppeldismálum. Hvað það var þar á börnunum okkar. Hvað það var þar að ég held því fram að börn og allir þurfi að verða svangir til þess að njóta þess að borða. Við þurfum að vera þreytt til þess að njóta þess að hvílast. Sko, ef þú tekur alltaf frá okkur alla spennu, löngun og tekur frá okkur hvatan til þess að finna eitthvað ástand og svo bregst maður við ástandinu. Ef allir, þessi helvítis vassbrúsar, af hverju eru allir með brúsa, drekkandi 7 hverju mínútu 1 sopa af vatni? Já, hafa hann með sér í heitapottinn með þessi? Hafa þetta með sér Já, maður sé það. Veit fólk ekki hvað það er gott að verða pínlítið þyrstur og svala svo þorstana? Mískuldu vatni. Ég er alveg sammálaður. Ég held að við, sko, það er eitthvað svona ofverndun og þetta er ekki sérkenni hér á landi. Heimurinn er orðin mjög lítill og hinn svo kölluðu Vesturlönd, þau eru öll, sko, haldin af þessari offylli. Og það er gammalt máltæki að það er sterk bein til að þola góða daga og það er að sannast svolítið á okkur. Það sem ég finnst síðan sorglegt í sömu andrá og það er eiginlega það sem við hljótum að gera sem erum að reyna að vera í rekstri og þurfum á fólki að halda. Við fáum nýbúana til að vinna. Það er vinnufúsasta fólki í landinu. En nú er allt í hennu sprottin upp, sko, hreyfing á öllum Vesturlöndum sem er gamalkunnug og óhugnaleg, þar sem við reynum að kenna nýbúanum allt sem aflaga fer í samfélagunum og finna út kratarnir eru ekki bestir í þessu. Því þeir hafa gengið á undan sumstaðar, eins og í Danmörku og víðar. Að aðal meinsemdin sé þessi þjóðflutningar sem að eiga sér stað og við verum bara, sko, það stöðvar engin loddari hvorki upp á Íslandi eða í Washington þjóðflutningarna. Þeir eru staðrind og þeir eru rauninni eðlilegir á jarðarkringlunni og við höfum ekki að reyna að stoppa þá. Við þurfum á þeim að halda. Beinlínus þurfum á þeim að halda. Já. Sko, hefur okkur ekki núna með þessari samræðu tekst að vera leiðilegir hérna báðir? Höldum því áfram. Við erum ekkert að gefa okkur. Þetta er alveg rétt, sko. Það er, maður upplifir náttúrulega, sko, gamla íslenska vinnusiðferðið. Maður sér undanhald. Auðvitað er unga kynslóðin með rosalega margt gott sem við ekki höfðum, Bjarni, og býr yfir alls konar getu og hæfileikum og var nú kannski líka bara hafa kannski betur staðið að uppeldi þeirra heldur en okkur á einhverjum sviðum að minnstakosti. En þetta er náttúrulega svolítið svona bómullar hugsun, sko, að sem að svona fyrir gamla hafra eins og mig og þig maður svona staldra stundu við. Ertu alinn upp í Hveragerði? Nei, ég fæddur þar. Já. En ég man nú ekki eftir mér, sko, ekki að hafa átt heima þar, en ég var þar oft hjá afa mínum og ömmu. Og það er nú kannski eina mentunum sem að ég svona meðtók almennilega. Afi minn, Bjarni Sæmundsson, mér heiti höfuðið á og hann kendi mér að vera skrítinn. Og við tók það námi alvarlega, en annars tók ég nú skólanám aldrei
en svona slakkaðist nú í gegnum það sem aðeins en ég alveg upp í Biskupstungum og tel mig alltaf fyrst og fremst vera tungnamann þó ég eigi þar ekki ættir, foreldrar mínir voru aðkomufólk í litlu þorpi neðst í sveitinni í Laugarási sem nú að vera frægt núna fyrir Baðlón sem að rífa þorpi svolítið upp og mjög ánægileg þróun því að það var nú svona ekki gengið vel þar. Nei. Það að breytast margt í garðvirkjunni eins og svo mörgu. Já. Og hvernig var svona bernskan? Hún var skemmtileg. Við vorum óþekkir. Það ennþá talað mig og vinn minn Grím á Lindabrekku sem svona, það sagðar af okkur sögur, örugglega allar sannar. Ég held að það liggi bara í hlutur að seðli. Komdu með eina? Nei, ég man þetta ekki. Og sumt ekki eftir hafandi. Eins og þegar börnin en fermingu hella brennivín á heilan barnaskóla. Það við fyrir ekki að segja svoleiðis í útvarpið. Ég fekk það myndi enda. Varstu prakkari, grallari? Já, við vorum óþekkir. Við náðum því alveg. Og það voru þetta Þú sagðir að kannski ungdómurinn hloti betra uppeldi, ég veit það ekkert, ég trúi því ekki endilega að hlutir að sé alltaf framfarir. Nei, ekki línulegar, ekki en það var auðvitað svona uppeldi stefnan á þessum tíma og var mjög áberandi í minni sveit, að það var svona svolítið afskiptaleysi. Við ólum okkur svolítið upp sjálf, en við vorum yfirleitt góð við hvort annað, svona oftast nær. Og það nú kannski þessi máli skiptir. Kannski ég haldi aðeins áfram með þennan bolta, Það er þetta með öryggið. Það er að koma í veg fyrir að einhverju geti farið sér að voða. Þú ert að tala um afskiptaleysið. Þá dettur manni í hug að það voru náttúrulega hættur við hvert fótmál. Og auðvitað dóum við, krakkar dóu í mæli sem er óþekktur í dag í alls konar slysum og allt það, ekki síst hérna upp til sveita, þar sem hendur voru á lofti. En við verðum náttúrulega líka, finnst mér, að passa að ofvernda ekki alla hluti þannig að spennan og tilgangurinn og gleðin í lífinu og svona, undrið að vera til að við megum ekki gelda heiminn okkar. Við skulum taka þetta á svo síðasta orði, það sem er lykilatriði. Ég held að sé alveg rétt hjá þér að það var meiri voði, ég myndi slys, börn dóu, en miklu meira en það, því að þegar ég byrjaði í blaðamennsku hérna í Reykjavík fyrir rúmlega 40 árum síðan og skrifaði löggufréttirnar upp á tíma, banaslysin, þau voru svo miklu fleiri. Og sjóslýsin, þau voru drukknarnildar á hverju vetri, þannig að þetta náði til alls samfélagsins, ákveðið aðgæsluleysi, það mátti lagast og það hefur lagast, en við þurfum samt sem áður að við megum ekki ganga á land. En megin vandamálið er geldingin, sem við vitum ekki nákvæmlega á hverju komin, og þá er ekki að tala um eitthvað andlega geldingu eða menningarlega geldingu. Nei, ég er bara að tala um þessa líffræðilegu geldingu að við erum eiginlega hægt að fjölga okkur. Já, svo er það. Og með því þá verður allt svo staðnað og slæmt. Og þetta er mesta ógnin við okkar samfélag. Það er það öll Vesturlönd að við erum hægt að fjölga okkur. Þetta er stærsta raunverulega vandamáli. Það má kannski segja að það sé þessi tvö. Annars verður fólk hægt að nenna fjölga sér og svo er það hægt að nenna yfirleitt. Það er hægt að nenna vinna, það er hægt að nenna. Það er þessi sofanda háttur og við fæddumst inn í samfélag þar sem var mikill dugnaður var og ég heyr oft fólk tala um þetta á ykkur fyrirlitningu og þetta hefur verið eitthvað slæmt samfélag að því að menn unnu svolítið mikið. Það var bara gott. Það var gaman. Já, og langur vinnudagur er bara skemmtilegur. Ég sammála.
Það bara þannig. Og við meira segja, sko, göngum svo langt að við yfirfærum yfir á þetta gamla samfélag, sko, vinnuþrælkun, sko, barnaþrælkun, á ekkert við. Það var börn unnu, það var engin barnaþrælkun, þó að börn innan við fermingu væru nokkrar klukkustundir eftir skóla í frystihúsi. Ég hef þá gerst sekur sömu barnaþrælkun og ég á gott vitni þetta. Sko, það í myndasafninu sem nú ennþá geymt í vistaverum bókakaffisins sem áður hýsti í Sunnlenska fréttablaðið, þar ennþá myndaskápurinn með ljósmyndunum í stafrófsröð sem voru teknar á blaðinu í gamla daga, á pappír náttúrulega fyrir stafrænu byltinguna, og sumar af barnungum sinni mínum sem að tók viðtöl við menn svona þessi einfaldari kantinum að spyrja svona spurningu vikunar og svoleiðis. En var þó hann sé nú með hæstu mönnum núna og virðulegur hótelstjóri á Norðurlandi, að þá var hann svo lágur í loftinu að myndi þetta þekkjast. Já. Það eru allir menn með undirhöku, myndavélin jável grenstu menn, það má greina smá undirhökur af því að myndir eru teknar neðan frá. Gott, já, menn gætu skilgrænt þetta sem barnaþrælkun, en ég held að þetta hafi verið hollt og gott. Ég held að allir eigi að hafa fyrir lífinu og hafa fyrir því sem þeir fá. Þessi hugsunarháttur þarf að koma aftur og fullt af hlutum sem í ólagi hjá okkur, eins og skólakerfið, eins og árangur í skóla. Þetta fyrst og fremst dugleysi. Þetta fyrst og fremst vinnuleysi. Þetta fyrst og fremst það að við heldum að við getum fengið allt upp í hendurnar án þess að hafa fyrir því. Foreldravandamál og fjölskyldumál frekar en kennara vandamál. Þetta er ekki alveg svo einfalt, þetta er bara andinn í samfélaginu. Og þetta er ekki andinn í íslenska samfélaginu, þetta er andinn í öllum þessum vestrænum samfélögum. Að við getum fengið allt upp í hendurnar fyrir ekki neitt, að við þurfum ekki að erfiða og við megum ekki, það eigi aldrei neitt að vera erfitt. Það er ekkit gaman að þessu nema nefnilega einmitt fullt af hlutum erfiðir, helst þannig að okkur finnst við stundum vera að bugast og getum svo orðið ánægð á eftir. Þannig verður lífið að vera. Og það er geldingin sem að næri yfir allt. Auðvitað velti maður stundum fyrir sig, sko, þetta kannski út af, sem alveg kannski raunhæf hugmynd, þetta út af plastmengun, sem fyrir hann að síast inn í mannin, en það er eitthvað svona, það vantar fyrirgefur orðbræðið, sko, en þetta hefur verið sagt þetta hefur verið orðað þannig minnisveit sem nú eiginlega ekki til lengur, það er búið að sameina hana út í einhverju vilsu. Það hefur verið sagt að það vantar gredduna í þetta. Já, ég hef auðvitað eftir meiri greddu í fólk. Já. Ekki þannig að allir séu í Öndöllum heldur hérna. Nei, heldur bara við höfum listina. Ég veit það. Hug og þor og ástríð og kjark og sko að sé ekki allt flatt og dautt og útvarnað. Og þetta sem að sko gamli sko sem var svo ríkt í okkar samfélagi meðan við vorum ekki alveg svona rík, og það er þetta sem ég skynja svo mikið í þessum samfélagum sem ég er að heimsækja að því varst að spyrja út í Afríku. Ætla að ræða einmitt við í Afríku. Já, við getum gert það þessuna strax eða þú vilt, sko. Geymum það kannski aðeins, Afríkuferðirnar þínar. En sko, já, þetta er svo sem ekki alveg svartkvítt. Við erum að reyna að hérna miðla einhverju merkingu og þá náttúrulega hefur maður ekki pláss fyrir varnagla og fótnótur og heimildaskrá og allt það. En hérna, sko, það er náttúrulega ýmislegt í fortíðinni sem var ekki nógu gott. Held ég að margir deili. Sum börn, Bjarni, bjuggu við barnaþrælkun og ömurlegar aðstæður, en að snúa allri fortíð og öllum vinnuvilja og vinnuhörku bara upp í eitthvað neikvætt er náttúrulega galið, og mælikvarða samtímans til þess að meta fortíðina. Þeir eru sumpart hérna náttúrulega bara bjagaðir af því að það hafa orðið mikla breytingar og hérna svona fjölbreyti leikin að fá að vera maður sjálfur og
bara þess vegna að vinna 14-16 klukkstunda vinnudag, þú ert bara orðin einhver fábjóni, sko, ef þú ætlar að hefða það þannig. Já, en sem betur fyrir held ég að sé nú margir sem gera þetta, sko. Kannski ekki 14-16, maður getur það nú ekki alveg, og allra síst á mínum aldri. En svona fara alveg vel yfir 10. Já. Og raunverulega vinna það sko, það er bara eðlilegt. Það er já. En sko, sambandið við bækur, Bjarni. Ég veit ekkert það, en ég myndi svona giska á í ljósi hvernig ferillinn hefur þróast að þér hefði þótt vænt bækur og þú hefur lesið bækur sem barn. Nei. Það var ekki þannig. Nei, það er eiginlega ekki hægt að segja það. Ég átti bróður sem var mikill lestrarhestur en ég las auðvitað eitthvað, en nei, ég var svo upptekinn af prakarastrykkum og vinnunum og skurðunum sem við gengum eftir og mýránum, heilöðunum sem við skriðum inn í til að reykja úr stólnum sígarettupakka og ná heibökunum og slöktum svo eldinn bara með því að slá on í hann og ég hugsaði stund tilbaka því að tala háskan á hann, sko. Við vorum inn í svona lokaðri hlöðu sem að skriða eftir súþurkunar göngunum til að komast út og inn. Já. Og þarna höfum við okkur alveg eins og vilsingar. Og þetta en nei, ég var ekki lestrarhestur fyrir en svona þegar fór að líða á menntaskólann á mig. Nei. Á Laugarvatni. Fram að því hafði ég aðalega bara lesið Andrésblöðin. Ég kunni þau árgangana utan bókar. Bróður mér var einhvern tímann að fárast yfir þessu þegar við vorum svona komast á úlingsaldur að ég læsi aldrei neitt. Þú lastu þá á dönsku? Já, þau voru ekki til öðruvísi. Þú læriðir dönsku af Andrésblöðin? Já, ég gerði það. Svo fékk ég líka feikilega góðan dönsku kennari í lok barnaskólanámsins sem var Heimir Steinsson í Skálholti, mesti og besti skólamaður sem ég kynntist. En já, við lærðum öll dönsku af Andrésblöðunum og ég kunni sögurnar hreinlega utanbókar. Ég las sömu blöðun svo oft, sko. Ég held að Andrésblöðin hafi verið frábær grunnur fyrir lífið. Ég lesi það ennþá. Já. Það eru mínar helgistundir að leggjast upp í baðker, svona gamaldags kerfi með nokkur Andrésblöð og liggja þær í klukkutíma. Læsi að mér og sitt, já. Það er auðvelt að sjá þetta fyrir sér. Þetta er fallegt. Hver var uppáhalds og er uppáhaldspersónan þín í Andrésblöðunum? Ef einhver. Það er nú eiginlega Vims. Já. Býtu sem heitir eitthvað allt annað í íslensku blöðum. Já, ég veit ekkert hvað það heita á íslensku. Vims er þessi, svo ég sko þýði fyrir þá sem þekki ekki, Vims er þessi í bleiku og með síða svona sítt reytingslegt hár, sko. Já, og einstakur karakter. En hérna mér langar aðeins að skjóta því að við getum alveg farið út og suður og fram og aftur hér í þessu spjalli. Þetta verður oft stundu svolítið kaotist. Mér langar að skjóta því einu sem ég hefði kannski hægt að nefna áðan varðandi öryggið að einu sinni ákváðu við 3 félagarnir að labba eftir ísnum á Mývatni úr skólanum heim í stað þess að taka skólarútuna. Og þetta var kannski svona 12-15 kilometra ganga og þetta ekki verið í mars eitthvað slags. Og nema það að við viltumst aðeins að leið. Það svona heitar uppsprettur í Mývatni, sko. Þar verður ísinn mjög þunnur, hættulegur. Þar á maður ekki að fara yfir, maður á að þekkja, sem sagt, vatnið. Hvar er öruggt að ferðast að vetri á ísnum. En okkur bara aðeins að leið og allt í einu eru konur í þar aðstæður að ísinn bara brotnar í hverju skrefi, við erum bara konur á næfur þunnt skæni. Og við þurftum að hlaupa okkur til lífs og við hlupum allir helmingi hraðar en við gátum hlaupið til þess að deyja ekki, til þess að drukkna ekki, til þess að hverfa ekki niður í vakirnar. Og hefðum sennilega verið skráðir á spjöld sögunar í 200 metra hlaupi fyrir tíma og ég gleymi því aldrei að þegar ég kom heim og ég sagði pappa frá þessu, þá sagði hann, já, þetta var gott hjá ykkur, þetta var flott hjá ykkur. Já.
heldur að það allt brjálað í dag í fjölskyldunni ef barn myndi lýsa þessu, það þið bara sko 4 klukkutíma yfirhalning, hvers konar djöfusis var ég ekki búin að segja þér að þú mættir ekki, hvað ertu að hugsa? maður hafði nú sko, að því að segja þetta hafi verið sko hættan var, já hún var meiri en ég ólst upp við hættulegt vatn líka, Hvítá sérstaklega þarna fyrir Laugarási þá hún hættuleg, það er aldrei traustur ísáni þar. Það er traustur ísáni sko aðeins ofar en semst þarna við brúna þar sem hún mætir á móti bænum Iðu að þar er aldrei þetta treysta ísnum og þölkunnugi menn hafa sögur það gerist svona aðeins fyrir mína tíð fara þarna yfir og tapast því að það sem áinn skilar því ekki neitt, það bjargast enginn frá því að fara niður vögg á svona straumvatni. Við yfirleitt lítum því nú, það voru undantekningar til, en yfirleitt lítum við því að vera ekki í sandinum á árbakkanum, sem maður hefur aðeins áhyggjur af alltaf núna þegar þetta litla þorpin og að verða mikil ferðamannaparadís, að það eru hættur þarna, og þarna eru sögur í rauninni sko ekki akkurat þegar ég alls þarna upp en ný orðið þegar ég svona að komast þegar ég fer að munna eftir mér og svo aftur rétt þegar ég komin upp í menntaskólann á Laugarvatni þar sem kornungbörn fara í sandinn, fara í sandbleituna og ána hræðilegt alveg. En svona til árétta þetta sko þá sagði pabbi þetta var flott hjá ykkur að við skildum bjarga lífi okkar. Já, ég auðvitað bara það var náttúrulega það sem auðvitað er það bara það. Já, þannig er. En sko blaðamennska ástríða, verður blaðamennska ástríða hjá þér og hvað var það svona í þínu fari þegar þú ert yngri sem að leiði til þess að þér dettur í hug síðar að verða blaðamaður? Mér datt þetta ekkert í hug. Tilviljun bara? Nei, þetta var vinir mínir sem voru ákveðnir í því og ég hefði aldrei verið, ég hefði ekki unnið við skólablaðið í menntaskólanum eða þetta skrifað eitthvað svona en það samt ekki að ráði, ekki sem var talandi annað en bara, ég hefði gaman að því að gera ritgerðir í skóla og eins og þegar ég kom upp í háskóla leisti mig gjarnan undan prófum með því en það var þeim sem datt í huga ég ætti að ritstýra Stúdentablaðinu og ég gerði það 1 ár. Og hvað varst að læra? Ég var í sagnfræði sem ég kláraði aldrei. Ég er ekki með neitt háskólapróf. Ég er bara stúdent. Sem að þótti fínn titill á sveitamönnum hér áður og fyrr og er mér nógur. En það var náttúrulega blaðamennskan sem að svona var til þess að ég kláraði þetta ekkert. Ég fekk svo vinnu á tímanum og síðan var ég í nokkur ár í bænum eftir að svona þessi tilraun, þessi fyrsta törn í þessari tilraunu með NT fór út á þúfur og það voru uppsagnir. Má ég skjóta inn í hver var ritstjóri þegar þú byrjar á tímanum? Magnús Ólafsson. Já. Og Þórarinn, tengdafaðir hans. Já. Og Kristinn Hallgrímsson var hann að fréttastjóri, afskaplega hæfur og flottur maður. Og þetta voru allt saman vinir mínir. Þó að nú svona, maður missir auðvitað af mönnum svo í bara svona, eins og gerist þegar maður fer aðra leiðir. En ég var síðan í nokkur ár, bara lifði sem á því að vera frílansblaðamaður og hafði góða afkoma af því og það var kannski ekki síst það að þá strax var það þannig að þetta er semst 83, 4, eitthvað svoleiðis, 5 að það var erfitt að fá blaðamenn til að fara upp fyrir Elliðaárnar en ég vildi helst alltaf vera að fara upp fyrir þær og var nú yfirleitt bílandi átti drabanta til dæmis. Já, skemmtileg. Sem eru guðdómlega ökutæki og tvímælalaust það langflottasta sem að sko hefur verið fundið upp í gerð bíla. Já, er það ekki? Jú.
fullkomnun, það fullkomnun í gerð bíla, gömlu drapatarnir. Já. Það varð aðeins úrkynjun í þeim á seinni stigum. Já, var ekki gamli drapandi þannig að ef þú lentir í smá árekstri, hann máttu nú ekki vera mikil því þá varstu dauður, en ef þú lentir svona Dauður? Er það ekki? Svolítið allt. Maður lifði alltaf af. Ég ætla ekki, þegar sumar sögur sem ég segi ekki, en ég get svarið það að maður lifði ótrúlegustu hluti af í drapand. Var það ekki þannig með dæld á bílnum og hún bara gufaði upp? Efnið var einhvern veginn öðruvísi. Þetta var, menn ránglega, það var algeng flökkusögn hérna að drapandin var úr plasti, en það var ekki rétt. Drapandin úr masóníti. Já. Masóníti samanþjappaði pappír og það liggur eiginlega alveg í hlutarins eðli að þeirra var notað það prent sem þið voru að banna gamlu komarnir til þess að framleiða úr því drapanda. Ef að höggið var mjög mikið þá komst maður inn í þennan pappír. Masóníti svo sem efni sem að fæst nú ennþá í byggingaverubúðum. Örþund og bara samþjappaður olíuborinn pappi. Og þetta var, já. En sem sagt, með því að vera duglegur að fara út á land, þá gæti maður lífað ágætlega á þessu og setna fór ég nú að fara líka út í heim og skrifa þaðan og þetta var allt mjög skemmtilegt og ég var svolítið í þessu í nokkur ár og svo fór ég nú svona, svo var ég sjálfur blaðútgefandi og þá breytist þetta svolítið. Já, þegar þú segist hafa verið frílansblaðamaður þessi ár og þú nefndir að fara upp fyrir Ártúnsbrekkuna og ég út í heim. Varstu þá sem að starfa fyrir fleiri en eitt fjölmiðli í einu? Já. Þeim þótt það allt í lagi? Það var allt í lagi á þessum tíma. Þetta var alltaf blöð, ég var aldrei annars staðar, lítið annars staðar. Ég var að skrifa mikið fyrir Helgapóstinn og ég skrifaði fyrir Herdísi sem gaf út... Varstu með Gunnari Smára? Varstu með Gunnari Smára á póstinum? Já, aðeins samtíma það. Hvernig áttu þið skap saman? Það var aldrei árekstra-laust. Það voru þarna Gunnar og Egill og Ingólfur Margeirsson og Halldór Halldórsson hittinn og alls konar snillingar. Guðlaugur Bergmann. Landsliðið bara. Þarna voru þetta voru góði dagar. Og nú Skrautlegir auðvitað. Mér dettur í hug sko að hvað maður segja, þitt forte að þinn styrkleiki í blaðamennskunni hafi kannski verið að segja sögu og þú hafir svona haft meira gaman að því að segja sögu og tala við fólk á einhverjum svona húmanísku nótum heldur en að vera að djöflast í hörðustu fréttunum eða ég að álíta ranglega þar? Já, ég hafði nú báðar hliðarnar, held ég. Ég byrjaði í blaðamennskunni einmitt bara í svona hardcore fréttum og var á tímanum þá var ég með löggufréttirnar, sjávarútveginn og landbúnaðinn. Þetta gaf ekki mikið tækifæri fyrir einhverja menningarumfjöllun, En svo það var svona, já þá nú var meira Helgapóstinum að ég fór að hafa gaman að því að fara og taka löng og mikil viðtölum og gera þetta bara með penna. Já, bara með penna. Já, aldrei. Ég prófaði segubandið, svo nefndi ég aldrei að hlusta á það. Og sá ekki tilgangi, og svo skrifaði ég þetta bara. Þegar varst að vinna stóru viðtöl bara með penna, glósaður bara stikkorð, bara eitt nafnorð og þurfti svona að munna saman. Ofsalega skipulagslaust. Stundum þegar ég fór tilbaka inn á glósurnar þá hafði ég bara glósað aukaorðin sem skipta engu máli forsetningar og sagnir sem var ekki að ráða neitt í en það dugði samt alltaf vegna þess að þetta var bara spurning að endurupplifa viðtalið og muna líka svolítið svona málfarið og þessi punktar, þetta dugar alveg ennþá. Það í rauninni ekki stóra máli hvað þú glósar. Heldur að þú bara svona hripir eitthvað samhengislaust og sem dugar þig til að komast aftur á þennan stað og svo skrifar. Þegar menn halda að þetta eigi að vera segurbandsupptökur og að það eigi að prenta talað mál, þá bara skilja menn ekki alveg þá að menn miskilið þetta allt saman. Vegna þess að talað mál og ritamál ekki sama tungumáli. Nei. Það passar ekki. Og að maður sér þetta nú orðið þar sem stundum verið að það sem menn svo trúir
segulbandstækninni eða sem sagt upptökutækninni að það hefur verið að skrifa niður alls konar svona ambögur og hyggorð og vittleysur. Það ritamáli ekki þar og á ekki að vera þar. Nei. Sennilega þjálfun ungra blaðamanna mjög ábótavant í dag. Við vorum ekki þjálfaði neitt og það er best. Menn eiga að finna út úr þessu sjálfur. Já, ég veit það ekki samt. Jú, sko. Þarna menn við fundum út úr þessu sjálfur. Það er miklu fleira sem við að finna út úr sjálfur heldur en menn halda. Og miklu færra sem á að kenna. Menn með því að kenna það er svo mikil mötun og þá erum við að búa til alla eins. En sko, þú ert samt að bera saman tíma við samtíman þegar sko svona ástríðufullt fólk langaði til þess að verða blaðamenn og það komast færri að en vildu og þá hefur þegar orðið eitthvað svona, hvað sé að náttúru val hjá þeim sem bara komin inn á ritstjórn að þrefa sig áfram. Núna fer náttúrulega enginn í blaðamennsku vegna áhuga á blaðamennsku því launin eru svo léleg, vinnutíminn svo langur og leiðilegur og allir að djöflast í þér allan sólarhringinn á internetinu sko, ef þú skrifar loksins almennilega frétt sem að þarf að skrifa og þá held ég sko, og því að ég held að tímarnir hafi breyst þarna, þá held ég að hlutverk yfirmannanna á fjölmiðlunum sé einmitt að segja það sem að þú varst að segja núna sko að þeir að það gangi ekki að þeir skrifi allt upp orð eftir orð heldur það læra börnin sem fyrir þeim haft. Já. Þannig að meðan þeir gömlu hætta ekki þessari óhóflegu sögubársnotkun þá náttúrulega kom ekki nýliðarnir að gera það. Maður gerði bara eins og maður sá að aðri gerðu og þessi breyting verður ekki nema sko, mér finnst bara að vanta umræðu þetta að talmál og ritmál sé ekki það sama. Þannig vantar inn í íslensku geirann inn í sko, miklu meira en bara blaðamennskuna. En þetta með launakjöri, nei, ég blæsa á þetta Björn. Það voru miklu verri laun og vinnutíminn var langur og aðstæðurnar voru þetta ekkert svona og ég held nú ennþá sé það nú þannig að sko, störfin í blaðamennskunni ekkert svo ægilega mörg í dag, ekki raunverulega blaðamennsku. Mjög fá. Og ég sé einmitt alltaf þegar ég sé svona nöfn á nýjum blaðamennum á mokkanum þá hugsa ég oft sko, þessi hefur komist þarna inn út af þessum. Svona stundum þykist ég að sjá svoleiðis tengingar, kannski þetta allt ímyndun í mér. Það er vel líklegt. Ég held að sé alveg ennþá eftirsóknarvert að komast í alvöru blaðamennsku fyrir fólk. Nú eins og þá það aftur á móti miklu færri, það voru fáir af minni kynslóð sem endust síðan í blaðamennsku í fleiri áratugi. Ég get svo sem alla sagt að ég hef gert það heldur því að ég var blaðaútgefandi, það var við rauninni talsvöld annars þar. Þó að vera ekki stórt í sniðum svo útgáfa, þá var nú samt svona allt upp í 10 starfsmenn þegar mest var. En nei, ég held að fólk eigi að læra af mistökunum og eigi að en það þarf að vera umræða þetta. En svona í samhengi við þetta sem ég nefndi með sko samanburðin á launum blaðamanns í dag og öðrum störfum. Ég var til dæmis að hlusta á hlaðvarp í síðustu viku. Hvað heitir hann? Þórarinn Hjartarson. Ein pæling, þekkirðu það? Bara heyrt það og lesi stundum. Já, nenni ég aldrei að hlusta á neitt. En ég les stundum svona fréttir sem eru skrifað upp svona. Ég sé að þessi maður, já. Jakob Bjarnar Gretarsson, einn af okkar reyndari blaðamönnum. Já. Hann var þar gestur. Hann sagði að það væri ekki hægt að bjóða neinu fólki upp á 800.000 krónur laun í blaðamennsku. Þegar störf hvaða upplýsingafulltrúa sem væru 1,6. Það væri tvöföldun og svo alls konar leiðir til þess að bæta ofan á það og að mati Jakobs þá þetta eitt af því sem drepur blaðamennskuna Þá alls ekki að tala að laun í blaðamennsku séu lág 800 skall með að við vinnuna á áritið og þetta þarf eiginlega að vera lífstíl frekar en þú vinnur náttúrulega ekki 8 tíma á dag í blaðamennskunni, þú veist að þú ert allan sólarhringinn alltaf að hugsa jobbið Það bara eins og Já, ég þannig Já, ég sagði ekki
Ég er bóksali og við erum bara mjög glaðir að vera með 800.000. En þú skilur samt, sko, þetta er ákveðin ógn við, að blaðamennska situr eftir í tökstum og Hún hefur aldrei... nýtur lítillar virðingar á sama tíma og það að þvælast fyrir blaðamennskunni og reyna að Það hefur alltaf, og ég held í öllum samfélögum, það hefur alltaf verið miklu betur borgað að gangast sko auðvaldin á hönd og stofnanavæðingun og vitleysunni og ég meina og bara margir af mínum félögum í blaðamennsku það var þeirra promotion í starfi og alveg ömurlegt bæði fyrir þá sjálfa og að horfa upp á það var að fara úr blaðamennskunni í það að verða upplýsingafulltrúar. Já. Það var ömurlegt að Já, og auðvitað er ömurlegt að sjá það. Já. En maður skildi þá samt alveg. Já. Það var hærri kaup, vinna áreiti og þau voru komnir svona í varðhundahlutverkið. Ef við ætlum að búa til samfélag þar sem þetta er ekki svona þá þurfum við bara sko, þá þurfum við að ganga svo langt í ofstjórninni, þetta er kannski hægt í Norður Kóreu en ég held að við viljum nú kannski ekki alveg fara þangað. Þetta liggur svo alveg í hlutarins eðli að sá sem er varðhundur auðsins og kerfisins og við verum að tala um okkar sko meingallaða kapítalíska samfélagi eins og það er og með sínum kostum og löstum en við verum að hætta að trúa á það. Við höfum að hætta að trúa og það er það sem er verst við þetta ekki ég hef ekki áhyggjur á þessu blaðamennskan getur alveg virkað og ég meira að segja sá Bjartsýnis Maðurbjörn ég held að blöðin komi aftur Já, ég vona það við sjáum núna bjarma fyrir sko raunverulegu andófi meðal ungsmentafólks allan heim gegn þessari stafrænu sítengingu sem við tölum alltaf af óskaplega ábyrgðum að sé svo slæm fyrir börnin Já. Sko börn þola yfirleitt allt þau geta meira að segja reykt og drukkið sko og jafna sig á því það er við gamla fólki sem þólum eiginlega ekki neitt og verst er kannski þessi stafræna sítenging fyrir fólki á barneignaraldri sem er ekki lengur börn, það er á barneignaraldri og maður má velta því fyrir sér af hverju þau eignast ekki börn en ég held að þetta komi aftur ég er sá Bjartsýnis maður og ég held að það verði ákveði viðsnúningur það eru auðvitað mikil óveður ský yfir heiminu núna en það eru líka ákveðnir hlutir sem að fá mann til að trúa að það verði betri dagar meðal annars í fjölmiðlum Ég undrast enn gatið sem varð þegar Fréttablaðið lagði upp laupana og við vorum þá bara eftir með eitt blað í rauninni sko fyrir utan Bændablaðið sem kemur á 2 vikna fresti út og ég ætla að ræða aðeins betur við þig og eftir og svo eitthvert sérhagsmunablað sem við kalla viðskiptablaðið er allt fullt af nafnlausum skoðanadálkum en hafa ekki hugur ekki til þess að segja skoðanir sínur undir nafni þar en ég er enn að furða mig á því sko að svona út frá veikri stöðu fjölmiðla útgáfu á Íslandi að það hafi ekki verið einhvern veginn meira sterkara viðbragð í kjölfar þess að Fréttablaðið féll. Vonandi rennur upp sá tími að einhverju fólki dettur í hug að koma aftur með blöð en þá finnst mér mjög líklegt að það þurfa einhvern svona sigur pappa, sugar daddy á bakvið þá útgáfu sem sé til í að tapa peningum í þágu erindis sem að hann svona kvísli að ritstjóranum eða fréttastjóranum að ætti að birtast við. Þannig hafa náttúrulega voru bæði Fréttablaðið og Morgunblaðið því miður og Morgunblaðið náttúrulega undir miklum álögum. Já, það sem þarf náttúrulega miklu
við erum komin, við erum stödd núna þar í sögunni að það eiginlega enginn sem að sko, ungt fólk, það stendur ekki upp og segir, hefði, ég ætla að reyna þetta í rekstri, ég ætla, sko, það einokunar kapitalismin, þetta er orð sem enginn þekkir í dag, en við töluðum eiginlega ekki annað meira þegar við vorum ungur róttak í minni kynslu. Fínt orð. Einokunar kapitalismin og auðringarnir. Og það voru eilífðar, maður var eilíflega að lesa sko varnaðar orðum það að þetta mætti ekki taka völdin í heiminum. Nú þegar þetta hefur algjörlega tekið völdin í heiminum, þá er þessi orð óþekkt. Vegna þess að þessi öfl stjórna umræðunni. Og þetta hefur drepið sko, dug manna til þess að standa upp. Það er fullkomið tækifæri til að stofna blað á Íslandi. Ég er alveg samfærður það. Það er bara alveg hægt að reka blað. Hvort sem væri í rauninni, gæti hvort ekki alveg gengið áskriftablað eða bara blað eins og fréttablaði sem væri bara dreift frítt. Og það er dugleysi að það gerir það enginn. En það er sama dugleysið og birtist í því að þegar við sjáum, ég bara sé þetta á Selfossi, við sjáum þetta all land og að þekkja allir sem er allir íslenski smákapitalistar, við erum nú sko auðvitað dýrategundi í útrýmingahættu og kannski erum við flestir svolítið gamlir. Við sjáum að það er hérna hættir ekkur rekstri og vill selja fyrirtæki sitt. Það kemur enginn. Ég myndi svo mörgum svona dæmi sem ég horft á, bara allt frá verslunum, kjötvinnslum, trésmiðjum og alls konar flott fyrirtæki sem að bara skila góðri afkomi, allt gengi vel og þetta er lítill vinnustaður með nokkur mönnum og svo er þetta til sölu, enginn kaupir. Bara flutt inn í staðinn. Nei, sko, það er ekki bara það, heldur er það, sko, þetta kemur, jú, bara náttúrulega innflutningur en líka bara, sko, það leita allir bara að því að komast eitthvað staðar í vinnu. Bara eitthvað örugt og þægilegt og stuttan vinnudag og enga áhættu. Já. Sem er óskaplega leiðilegt að taka ekki áhættu í lífinu. Það er rauninni ákveðið misskilningur. Já. Það er kannski stærst er að það er misskilningur að lifa lífinu á þess að taka einmitt áhættu. Við eigum alltaf að vera í lífsáska. Lífsáskin er á að vera það sem drífur okkur áfram. Þannig að sko, það koma betri dagar. Ég trúi því og ég vil trúa því. Já, ég vona það. Þetta er umhugsunarvert. Sko, Bjarni, er það rétt sem einhver hvíslaði að mér að þú væri í rauninni stofnandi bændablaðsins? Já. Það er bara þannig? Já. En sko, já, ég stofnaði sem sagt, ég og vinni mínir, Ólfur Ölfusson og Gunnar Bender og Jón Danielsson, sem var minn helsti samverkamaður í þessu, allir sé ekki hópurinn. Við stofnaðum hlutafélag sem heit Bændasinnir. Við vorum allir bændasinnir. Hvaða ár er þetta? 87. 1987. Og leigjum okkur skrifstofu hérna á Skúlagötu og byrjum að gefa út bændablaðið í dagblaðabrotti á dagblaðapappír. Og svo flutti ég þetta blað nú með mér austur á Eyrarbakka 2 árum seinna og gaf það út þar. Ég held ég að við gefum út bændablaðið 7 ár og þetta var nú alla tíð svolítið bastl. Gekk alveg svona en samt, sko. Voru þið 4-5 á ritstjórninni, segirðu, cirka? Nei, þetta var miklu minna. Við vorum í rauninni hérna í Reykjavík lengst að bara við Jón Danielsson og Sigur Baldursson var nú eitthvað í vinnu hjá okkur, en var aðalega við tveir. Og voru það talaröddu bænda? Sjónarmiða sveitina? Sjónarmiðum sveitana og sjónarmiðum landsbyðar. Við stofnaðum svo líka blaðið Landsbyðina sem var svona hliðar afurða bændablaðinu og þetta var, við tókum þátt í þessari umræðu baráttu fyrir byggðirnar sem stóðu á þessum tíma. Það voru erfiðir tímar, miklu erfiðari heldur en við sko að mörgu leyti. Það er auðvitað erfitt víða í byggðum með byggðarþróun í dag en ferðaþjónustan gerði mikið til að bæta þar en hún var ekki raunverulega sko
Hún hafði ekki mikið afl á þessum tíma og sveitirnar voru í kreppu og það var líka mjög hraðir flutningar á fólki búin að vera þarna. Það var hröðbyggða eyðing og það voru heilu svæðin að falla úr byggða eins og Djúpið og fyrir vestan og víða. En það voru líka byltingaröfl innan landbúnaðarins sem voru semst, það eru byltingarna búin að vera svo margar en þarna voru búgreinafélögin að koma fram, landssamband kúabænda og sauðfjárbænda og við urðum svona fylgdum svolítið vel með því og það var svona partur af því að þessu blaði var vel tekið að við fylgdum þessu eftir með öðrum hætti heldur kannski Freyr sem var gefin út á bændasamtökunum og stýrt af vinnum mínum þar. Við vorum alltaf í góðu sambandi við bændahöllina en við vorum ekki hlutafinni. Það munaði svolítið. Þegar við hættum þessu svo alveg 8 árum seinna því að ég flutti semst á Eyrarbakka, ég heim í mína sýslu og Jón Daníelsson flutti heim á sitt ættar Óðal, tannstaði líklega á maður segja. Nei, ég man það ekki. Hvort það skiptur ekki máli. Í Hrútafirði. Og þegar ég ákvað að hætta þessu, ég var þá farin að gefa út blað á Suðurlandi, Suðurlandska fréttablaði sem ég stofnaði líka. Þú stofnaði það líka? Já. Mógull í blaðasögu í Íslandíka? Nei, bara svona smákapitalist eins og mér finnst skemmtilegast að vera. En að þegar ég vildi hætta með bændablaðið þá vildi Jón reyna sig með þetta og hann var með þetta í kannski 2 ára eitthvað svoleiðis og það er hann sem selur síðan blaðið til bændasamtakana og við vorum nú gaman að því við Jóna núna þegar menn myndust líklega 30 ára afmælis bændablaðsins í eigu bændasamtakana að þá var okkur boðið á setningu á það í það afmælishald við setningu búnaðarþings 2 gamli menn og þá áttaði mér sér allt í hann á að maður líklega orðin sko, gamalmenni en samt ekki Nei. Svo ferðu inn á þing var langur upptaktur að því? Nei, hann var nú stuttur Hvaða ár eru við aftur að tala um? Hvenær fórstu inn á þing? 2007 Já. Ég var þar bara í 1 rúmlega ár og vann nú öðrum þræði fegin að losna þar út sko. En varstu orðin sko varstu landsþekktur á þessum tíma, tókstu mikið þátt í opinberlega í þjóðmálaumræðu eða þú veist, hvað þurfti til þess að verða? Varstu þingmaður Suðurlands? Já. Og hvað þurfti til að verða þingmaður á þeim tíma? Bara bjóða sig fram. Þetta bara þannig. Það þurfti ekki annað? Nei, þetta ekkert flóknara. Varstu búin að vera flokksbundi frá svona maður þá lengi og taka þátt í innra starfi? Nei, aldrei. Ég tók aldrei þátt í innra starfi neins flokks og myndi aldrei gera. Þannig að þetta verið einhver svona skyndi hugmynd sem einhver fékk? Já, þetta var svona skyndi hugmynd og ég var búin að vera flokksbundin í Framsóknarflokknum frá því ég var að vinna aðeins með þeim í blaðútgáfu rétt í kringu 90 en nei ég gef mér yfirleitt ekki tíma til ég hef alltaf mikið að gera alltaf, alveg sama hvað sko. Það verður alltaf svo að ég tek aldrei þátt í félagsstarfi. Er það ekki? Nei ég er ekki góður félagsmálamaður. Ég gekk einu sinni í Rotary klúbb og þegar mér hef ekki tekist að mæta honum 1 fund fyrsta árið og þá ákvæði nú að það væri rétt að því að Rotary menn taka þetta svona svolítið alvarlega og þá sagði ég mér úr klúbbnum allri vinsent. Ég mátti bara aldrei, það bara stóð alltaf þannig á þegar það var fundur. Ég hafði svo mikið annað að gera og mitt líf hefur ekkert breyst að þessu leitinu til. Ég hef alltaf einherji. Ég bara það líður vel. Ég sé ekki bara raunverulega með æðibir í rassinum. Já. Og hrættur við skuldbindingar, félagslegar skuldbindingar gagnvart öðru fólki svona sem tengjast félagsstarfi eða nei? Nei. En ég hef stofnað félag, ég hef stofnað sögufélagið og Arnusinga sem var blómlegt lengi vel. Félagum hætti nú til að deyja nú til dags og það gerist nú seinna. En hver hringdi í þig?
Hver talaði við og sagði, heyrðu Bjarni, ertu ekki til í að vera í frambúði hérna, ég er með annað sætið Ég held að laust engu við þig. dottið í hug að fara að segja það við mig. Það ekki? Nei, ég bauð mig bara fram. Þú En ég fekk góðan Þú hljómgrunn og talaðir við einhvern sem var, við hvern talaðir? Við hvern viðraðir þetta fyrst? Manstu það? ég sagði Elínu af þessu, Elínu? konunni minni. Já. Og hún minnir mig stundum á það, þú spurði mig aldrei leyfis. Já. Og ég á alltaf bara eitt svar við því, ég hef aldrei dottið það í hug, myndi ekki gera það núna heldur. Er það ekki? Nei. Er það ekkert hennar mál að neinu leyti Nei. við hvað þú starfar? Nei, og ekki mitt mál hvað hún gerir. Gætirðu- Það er ekki þannig Gætirðu farið í 3 ára hérna, túr út á sjó á þess að fá samþykki hennar? Ég er nú alveg upp inn í landi og hérna hugmyndunum nei en sko okkur hefur nú auðnast að búa saman og vera gift í marga áratugi, ekki spyrja mig hvað marga, en það er ekki þannig að það sé umráðaréttur. Nei. En ég læt hann alltaf vita hvað ég er að gera. Sko, þegar ég manni, já, þegar ég manni til því. Ég stenda með þessu og hún, sko, minnist þetta maður að ég haldi alltaf að ég sé búin að nefna eitthvað við hana. Já. Að því ég er bara búin að nefna það við eitthvað, þá finnst mér að hún viti það. Og kannski varstu búin að hugsa það og þyrftir að nefna og svo finnst þér og hafir verið búin að nefna. Ég er alltaf lendið þessu líka. Þetta er mitt líf. En nei, ég held að það sé ekki svo að ég hef hringt í neitt og spurt á ég að það er þá ágætt að eitthvað gefið sér fram sem að ég hefi borið þetta undir með þeim hætti. Ég held að það hef ekki verið, það var umræð og það voru alveg einhverju sem sögðu, jú, og ég ætti að gera eitthvað svona eða ég gæti gert eitthvað svona. En svo bara svona gerðist þetta og mér finnst nú bara heilt yfir að allt mitt líf hafi verið þannig að þetta ég hef aldrei tekið ákvörðun að verða blaðamaður. Jú, ég tók ákvörðun að flytja úr Reykjavík og það þurfti ég náttúrulega að ræða mjög við Elínu mína og ég á með ýmsar hugmyndir hvert við færum. Mér langaði alltaf mikið að fara bara í mína heimasveit. Er Elín þín hérna á höfuðborgarsvæðinu? Nei, hún er úr minni heimasveit. Við erum alveg upp saman þorpinu. Já. Og æsku ást bara? Nei, við vorum búin að þvælast svolítið sko og hittum svo í Þjóðleikhúskjallaranum eitthvað tíma þarna í kringum 85-6 líklega. Já, hittust á tilviljun í Þjóðleikhúskjallaranum? Við þekktust náttúrulega vel. Foreldrar okkar þekktust vel og ég var í bekk með systur hennar Elínar og hún var í bekk með systur minni og við vissum vel af hvort öðru en svo... En höfðu þið ekki skipulagt stefnumótið í Þjóðleikhúskjallaranum heldur hittust þar á tilviljun? Nei, já, það gerist alltaf tilviljun. Það er það sem ég er að segja. Ég hef aldrei skipulagt neitt. Ég er gjörsamlega óskipulagður. Mitt líf er þannig og ég held að ég hef aldrei tekið ákvörðunum nema ég manni ákvað þetta, ég ætlaði ekki að búa í Reykjavík það var ekki það sem ég ætlaði að gera. Mér dætti í hug ég ætlaði að flytja norður í Vatnsdal eða í Þykkvabæinn og komið ýmsar hugmyndir eða mína eigin heimasveit og endanum fluttum við á Eyrarbakka. Það var svona málamiðlun og Elín vildi vera nær Reykjavík og hefur alltaf hún er tónskáld, tónlistarkona og tónlistarkennari. Heitir hvað fullunarnafni áttur? Elín Gunnlaugsdóttir. Gunnlaugsdóttir, já. Og hún er dóttir dýralæknis í Laugarnesi og það var samgangur milli heimila okkar, sko. Þau voru börn, talsverður. Og hérna hún hefur alltaf sko svona tekið þátt í tónlistarlífi hérna í Reykjavík og kennt hér aðjónt núna við Listaháskólann í tónsmíðum Já. Það verður svona allt vitlaust eftir þetta kvöld í Þjóðleikhúskjallaranum. Nei, ég held að nei, þetta tók þetta, það var ekkert og svo hérna giftum við okkur bara eftir að hafa verið saman eitt vetur.
drifum bara í þessu og sögðum engum á því, sendum skeyti og það gerðum á þessum tíma og það var ekki það var engin SMS eða neitt slíkt, við sendum skeyti upp í Tungur á 2 heimili. Fékkstu engar skammir fyrir það frá vinum Nei, og... tengdapabbi Gunnlaugur dýralæknir sem var skemmtilega óvenjulegu maður og stórmerkilegur dagur fyrir nokkrum árum að hann bauð okkur öllum og stórfjölskyldu eða svolítið öllum hópi bara upp á Veislus og eftir á upp á Þingvöllum í Valhöll. Þetta var allt þetta hefur bara verið ljúft. Geirinelt hjónaband. Já. Það er mjög gaman að heyra. Það er reyndar merkilegasta sko þetta er nefnilega algjörlega geirinelt. Því að ég hafði samband við vinn minn Baldur Kristjánsson, við vinnum með honum á tímanum. Já, Séra Baldur. Séra Baldur. Já. Og við fórum svo upp í Hoffellskirkju í Nesjum, litla bændakirkju, sveitakirkju þar, og Baldur gaf okkur saman. Já. Og það var ekki fyrir mörgum ára seinna að Baldur sagði mig þetta að það fylgdu þau álög, hjónabandur sem hann hefði komið á að fólk skilur ekki. Já. Og við vorum svo heilluð af þessu, ég og kona sveitungi minn og vinkona Hólfríður Ingólfsdóttir, hann hefði líka gift Hólfríði og við sögðum við prestinn Baldur, þú ert að gera meira með þetta, þú ert að auglýsa þetta. og presturinn horfði á okkur algjörlega agndofa og hristi svo höfuð og sagði mikið djöfull er þau vitlaus. Hver heldur að vilji svona hjónaband nú til dags? Og auglýst þetta ekki. En þetta er staðið. Og hjá mér og Hólfríði og öllum öðrum sem hann hefur púsað saman. Nú þetta minu, það hafa nú kannski bara reynt svolítið á konuna þína og hjónabandið þegar þér verður það á eftir skamman þingferil að senda einhver tölvupóst sem fer út allt í stað þess að vera einhver engaskilaboð eins og það átt að vera og... Ég man aldrei eftir að Elín hafi tekið það alvarlega. Hún tók það ekki alvarlega? Nei. Akkur átti hún að gera það? Ég veit það ekki. Nei, ég veit það ekki heldur. Nei. Og sko, ég hef aldrei, sko, ég hefði auðvitað geta setið á þingi þrátt fyrir þetta, en þetta var, ég gat líka notað þetta til að komast þarna út og ég gerði það. Leiðir ekki nógu vel í þingmennskunni? Ákastu bara stökk út? Mér fannst þetta, sko, mér fannst gaman stundum niður í þingsal. En mér fannst megnið af vinnunni algjörlega meiningalöst raus. Og þau eru ekki hentað þín? Eru notaðir til þess að hlusta, til þess að sé einhver sem hlustar á leiðilega embættismenn sem fara með einn raunverulegu völd og hafa yfirleitt afskaplega nærsýna heimsýn og völd stjórnmálamanna heilt yfir eru óveruleg og sko og skiptir ekki öllu hvaða ríkisstjórn situr? Embættismannaveldi? Fyrst og fremst erum við undir embættismannaveldi og það sem enn verra er að við erum sko að hluta til hér á landi orðinu undir erlendu embættismannaveldi innan Evrópusambandsins með þessari hálf aðild sem að samningurinn er. Já, þeir eru meinilla við hugmyndina Ísland gangi ESB. Mér er meinilla við stórríki eða stóra einingar yfirleitt. Ég held að fari miklu betur á því að einingar séu litlar. Og ég held að hafi ekki verið neitt velfarnaður sem fylgir við sjáum nú núna hvar heimurinn stendur með sín sko 3 stærstu ríki, Kína, Rússland og Bandaríkin algjörlega komin undir fasismann og Evrópusambandið er þar bara sko á þröskuldinu fyrir utan að sko leiðir þess til að andæfa þá fasismannum eru mjög fasískar. Því þar taka menn undir sko þessi rasísku viðhorf gagnvart þjóðflutningunum. Nei, ég held að Evrópusambandið sé óskaplega misheppnaður klúbbur.
kannski ekki alveg illa meint í sjálfsér að stofna og auðvitað mönnum vorkun eftir seinni heimstyrjöldina að vilja búa til eitthvað til að koma í veg fyrir að við lendum í því sama en að láta sér þetta það í hug að það sé með því að stofna stórríki þau ófarnaðurinn alltaf frá þeim það ekki hægt að benda á mörg dæmi þess að raunverulegur ófarnaður í mannkynssögunni hafi stafað frá litlum ríkjum eða og sjáum sko einmitt Evrópu þegar hún verður þessi spænist fram úr öðrum heimslutum fyrir nokkrum öldum síðan þá hún einmitt mörg lítil ríki og hugsuðir menn eins og Voltaire alfræði orðabókamennir sem dæmi þegar þeir urðu fyrir ofsóknum að einu stað og gátu þeir farið á það næsta á sama tíma þá Kínaveldi orðið miklu líkara því sem í Evrópu núna Kínaveldi og öll áhrif löndin þar undir áhrifum þú gast ekkert farið og ekkert engin hugsun og ekki neitt við þurfum á því að halda að stjórneiningar séu veikar og litlar ég fæ aldrei meiri aulakoll heldur en þegar ég tala það að við þurfum að hafa sterka ríkisstjórn mennirnir snart vittlausir við þurfum ekki sterka ríkisstjórn við þurfum að hafa það veikar En það myndi hvort sem það eru sterkar eða veikar þá náðar ekki að brjóta bakaftur embættismannaveldið eða hvað það er engin raunveruleg tilraun til að brjóta þar neitt á bakaftur það er algjörlega samstaða það að það sé stjórnsýslan sem stjórni það er engin ég hef ekki rekist á neitt andof fyrir því og megin vinna þingmann allavega í minni tíð það var að sitja eins og stilltur skólastrákur og hlusta á rausið í þessu reglugerðar liði sem að hafði vilt sára lítið fram að færa og ef það var ekki þeir þá voru það komin í sveitarstjórar Þeir eru liðið eins og krækibir í helvíti mér leið ekki þannig að ég væri að skapa eitthvað og það er þannig sem ég þarf að líða ég vil alltaf vera að gera eitthvað sem ég sé að verður eitthvað Þannig að hægt og rólega hefur svona dregið eða fallið á lífsandan, þú voru orðið mattar og mattari. Ég var aðeins að rifja það upp í mínum eigin huga, ætli geti ekki verið að þú hafir náð þeim metorðum að verða þingmaður, að því við erum alltaf að tala að fólk þurfi að vera þekkt til þess að ná einhverjum framgangi. Var það ekki gegnum þáttinans Egils Helgasonar? Varst ekki þar nokkuð reglulegu gestur fyrir kosningarnar, hvað það 2007? Ég var svona nokkrum sinnum, ég var nú ekkert oft, held ég ekki dómbær á það. Ég kynntist þér í fyrsta skipti þá, í gegnum skjáin, og ég held að það hefur orðið svona dálítið til umræða þig í samfélaginu. Hvað varstu yfirleitt að tala hjá Agli? Hver voru svona sjónarmiðin? Þú varst eitthvað að berja í borðið og segja þetta er ekki nógu gott. Manstu hvað þú varst að? Ég man að, og það var notað í auglýsingum eitthvað, ég talaði fyrir tóbaksnotkun. Ég var alltaf verið hlynntur tóbaksnotkun og sem nautnalíf þetta eðlilegasta nautnalíf. Miklu betra heldur en áfengi sem lofað núna og stórhættulegt efni. Og nú held ég að hafa verið að brjóta lög. Ég held að lögin séu þannig að þú talar jákvætt tóbaksnotkun og reykingar, þá ertu að brjóta lög. Þá skulum við halda áfram. Ég ætla ekki að hætta fyrir en ég fæði þig til að taka undir mig. Kosturinn við, og þetta sagði ég held ég ekkert hjá Agli, að kosturinn við tóbaksneyslu það er engin vitlaus. Það væri engin dæmi það að menn hefðu brotið rúðu í tóbaksrúsi og sjálfur ég mjög dyggur reykingamæður. Ég reyki halvan pakka vindlum á hverju kvöldi og verð svona nálagt í meðdundalaus þegar ég skreiðist inn í því. En ég reyki ekkert á daginn. Mér finnst bara hugmyndin með býðu við henni. Ég vakna hverju morgni svo algjörlega laus við nokkura þörf fyrir nikotín. En notabenni ég reyki náttúrulega ekki sígarettur. Það er raunin ekki tóbaki sem spillir, það eru
eiturefni sem eru notuð með og bréf, þá enginn að reykja bréf þó að ég viðurkenni að vísa að ég hóf minn reykingaferil á því að reykja pappavindla sem við rúluðum saman úr pappa utan að pappakossum. En hvað með njólana? Slástu við þá? Við prófum hann nú líka en við reyktum aðalega pappavindla. Það ekkert vit í njólunum, sko. Nei, það var fékk ekkert út úr þeim. þetta var bara skrítið en svo prófum við líka að setja þurrku tómatblöði í pípur og svona. Ég hef nú haldið því fram að ég hef byrjað að reykja 5 ára og það er og ég er nú orðinn gamall. Þannig þetta eru 60 ár síðan að verða og ég fyrir í tékk eins og við gerum allir sem eru svona gamlir. Já. Hjá læknum og þeir segja alltaf að hjarta og lungu og allt þetta er eins og hjá íþróttaálfunum. Þannig að ég kaupi það ekki að reykingar séu svona óskaplega óhollar. Séu þar það, þá drepar það mann ekki nema einu sinni og það er þá ekki til að fást um það. En hvernig gekk þér að hefja reykingar 5 ára gamall? Ælir maður ekki og verður... Nei, við reyktum pappavindla og nei, ég man ekki eftir því að vælt. Nei. Ég man ekki eftir því, ég man kannski eftir að fór svo að stelast í sígarettur og það gæti hafa verið aðeins, en nei, það var ekki til að tala um. Þetta var kannski ekki alveg samfellt á þessum árum, þetta var svona allavega, en já. En það er alltaf að passa okkur á því. Skuggi kennur okkur þetta, Jokkum Eggertsson, mikill spekingur sem menn ætti að lesa miklu meir en gert er. Og hann tekur nú fram að það er svona fyrirvara við þessa kenningu að auðvitað séu menn oft gott að hlusta eftir því sem allir segja en það sé samt þannig að algerlega einróma rödd allra, ef allir segja eitthvað þá er það líklega eitthvað tölbölvu vittleysa. Núna segja til dæmis allir að vandinn allir í Danmörku, Íslandi, Bretland og miklu víðar, bara Bandaríkjunum, að vandinn sé allur út af innflytjendum. Tómvitleysa. Við þurfum fleiri innflytjendur vegna að Íslendingar eru ófúsir til að vinna sjálfur. Og engir Íslendingar vinna við störfin sem eru grunnurinn. Sjáu þið leikskólan í Reykjavík, það er auðvitað að skammast í dugleysi samfylkingar og hún á mikið í því að hafa stjórnarborgin illa en grunnurinn af vandanum í leikskólanum í Reykjavík er það fólk vill ekki vinna, það ræður sig ekki til starfa í leikskólum, það er töluvert atvinnuleysi, það lagast ekki þetta vandamál. Íslendingar eru hættir að vinna, það segir það enginn, það talar enginn þetta vandamál sem er slæmt að því að ríkisstjórnin kemst fyrir vikið upp með í rauninna íta heldur undir þessa þróun sem hún ætti að vinna í. Það er mjög oft svona. Förum nokkur ár aftur í tíma, bara nokkur misseri. Það voru allir orðnir samdóma það að það veri allt og lítið að íbúðum á Íslandi. Það hætti að byggja meira. Byggjum meira. Þetta var sami, og rifjaðast upp fyrir mér, þetta var sami söngurinn og hljómaði 2005. Já. Skulum ekki telja. Teljum alls ekki. Byggjum. Hvers fyllir ég þetta? Engin verður svona vitlaus bara því að reykja vindla á kvöldin. Ég get lofaði því, Björn. Ég held að það er betra að fólk reykti meira. Bertolt Brecht, hann neitaði að hafa leiksýningar nema gestirnir sætu við borð og hefðu öskubakka. Það væri bara svo miklu vitsmunulegra. Svo leið salur. Nú veit fólk, veit ekki hvort fólk ætlar ef það sér öskubakka. Nei. En þetta er alveg bursið frá því sem bursið frá þínum skoðunum og þeim dæmum sem þú nefnir sem ég þori nú ekki hér í svona opinberlega að taka heilsugar undir, bara svona til þess að hafa eitthvað jafnvægi í þessu, hvað sem ég finnst innst inni, en semst burtsið frá einstökum umræðefnum, þá er þetta náttúrulega mjög háskalegt, eins og þú segir, ef við verðum einhvern veginn öll sammála eitthvað eitt. Já. Því lífið er náttúrulega bara í endalausum litum og svo fjölbreytt og margtóna að við þurfum alltaf að vera að henda á milli okkar hugmyndum,
Já, við þurfum bara alltaf að gera okkur grein fyrir því sem að sko, en bara gömul grísk sannindi að sko, að við vitum aldrei neitt. Nei. Þannig að það aldrei neitt sannleikur. En embættismenninir, þeir þykjast vita eitthvað, eða kannski það meira en það, fjölmiðlamenn þykjast vita eitthvað og þetta sami bergmálshellirinn og það sem svo háskalegt í dag það að bergmálshellirinn svo hann svo sko, megin sjónarmiðin sem að ráða heimsbyggðinni, þau þau sömu sko á svo bara meira og minna ekki á allri jarðarkringlunni en svona í öllum hinnum vestræna heimi. Það bara eitt sannleikur á hverjum tíma. Og það þetta ganga ótrúlega langt í að mata fólk og það þessi mötun og upplýsingum. Ég eiginlega áttaði mig ekki á þessu en svo ég að sjá þetta enn betur eftir COVID. Ég áttaði mig sko fyrst á þessu í COVID þegar landsmönnum var stillt upp á okkur blaðamannafundum, dag eftir dag, þar sem var ekki verið að segja neitt, heldur bara að hafa yfir einhverja möndrur, einhverja sömu staðrendinnar aftur og aftur. Félagslegt taumhald, var það ekki? Heilaþvottur. Miklu meira en þetta var bara mjög alvarlegur heilaþvottur sem ég held að sko, við myndum aldrei geta séð í vestrænum ríkjum en var ekki slíkur háski þá? Við heldum að við værum öll að fara að drepast, sko. Það er þá ekki neinn tíðindi. Við erum öll döðvona. Já, þessu. Þú ert nú aðeins að snúa út úr núna. Nei, ég er ekki að snúa út úr. Þetta var flensa og hún gat drepið einhverja. Það var gert allt og mikið úr. En ég hef ekkert vita á því hvort að það er læknisfræðilegu aðferðir sem beitt hafi verið góðar. Ég reikna frekar með því. Ég nenni eiginlega ekki að hafa skoðun á öðru frekar en ég meina ég hef aldrei haft skoðun á læknisfræði en engar gáfur til þess. En ég hef þá skoðun að þessi aðferð að halda innihaldslausar sko tölur blaðamannafundi dag eftir dag þetta var eitt af það sko alveg burt sér frá sko, eins og ég segi, alveg burt sér frá því hversu hættulegt COVID var þá var þetta mjög óheilbrigt og ég vona að menn læri aðeins af þessu. Það er mjög hættulegt þegar einhverjum embættismönnum er gefið slíkt færi á að fara heila þjóðina. Og þetta var náttúrulega eftirhermu hegðun, þetta var gert allan heim. Og þetta er bara bannað. Þetta má ekki gera. Nei. Við erum líka náttúrulega bít úr nálinni með sko áhrif ekki síst unga fólksins okkar. Þetta var náttúrulega mjög skrýtin tími fyrir fullorðna og hvað þá fyrir hvernig við rændum hérna börnin framhaldsskóla árum. Já, ég ætla ekki að fullyrða sko að sóttvarnaraðgerðina, ég bara hef ekki þekkingu til að dæma það. Kannski þurftu þær að vera, en það þurfti ekki þessa sko þennan ofsalega heilaþvott. Þú setur bara reglur og það bara gilda þær eru brotnar og þá bara það þannig því að það bara partur af mannlegu lífi, þannig hefur það alltaf verið og við mætum því bara eins og menn. Já. Eigum aðeins eftir að gera upp þennan tíma finnst mér og svona, já, hvernig... Það ekki mikill vilji til þess. Það ekki mikill vilji til þess, ég sammála þér með það. En Bjarni, hvað varst að hugsa þegar þú sendir hennar tölvupóst? Það er langt úr liðið. Með þínum eigin orðum, hvað gerðist? Muni þetta. Ég var bara skantast við vinn minn Ármann Inga og pósturinn fór eitthvað víðar, ef ég man þetta rétt. Þetta var hluti af mjög sko svæsnum átökum innan Framsóknarflokksins sem logaði í átökum milli ESB sinna og okkar sem vorum ekki þar. Ég mata svo úr því að svona færi að það færi gagnaðist best mínu málstað að ég segði af mér og það gæti ekki orðin eitt stórmál. Ég hafði aldrei
það var ekki eins og ég hefði líkt og sumir aðrir sko barist fyrir því árum saman að vera þingmaður. Ég hefði bara svona dottið inn í það að vera þingmaður og já, eins og ég sagði við aðan, mér fannst þetta nú var að taka okkur skemmtum og Það ræðir þarna Valgerði Sverrisdóttur, er það ekki? Jú. Þetta snerist Valgerður var í hinu liðinu. Hver voru? Alltaf borið virðingu fyrir Valgerður. Hver voru ummælin? Hvað sagði? Nei, ég sagði ekki þessum ummælum. Ég sendi þetta voru þetta var greinagerð sem að félagar okkar í flokknum höfðu skrifað Valgerði. Það var mjög harðorð. Já. Og það er hún sem að ég er að senda vinni mínum. Með hugmyndum það að það ætti kannski að senda þetta bara á alla fjölmiðla. Já, þannig var þetta. Það verða svona læti af því að það er þá algjörlega í loftinu hvað þessi átök innan flokksins eru hörð. Já. Ég sá aldrei eftir þessu. Og nei, ég ger það ekki. Framsóknarflokkurinn hann hefði þarna geta farið í hvora áttina sem að verða Evrópuflokkur eða ekki Evrópuflokkur. Og Guðni Ágústsson sagði af sér örfáum vikum seinna og ég held að það að við tveir hörðustu, sko það er mótsagnakennt, það er hljóma mótsagnakennt, en ég held að það að við sem höfum þarna staðið í stafni í Evrópaandstöðu innan flokksins vorum tilbúinir til að víkja. Það hafi styrkt okkar málstað innan flokksins. Já. Og það hefur skipt máli. Já. Ég er að vona að það verði aldrei aftur sko spurningum það að þessi flokkur bara reyna að vera Evrópuflokkur. En það er kannski það er nú lítið eftir af flokknum. Já, það er kannski til lítils að vera að vona eitthvað þarna því að það er náttúrulega óvíst að flokkurinn lifi af og kannski er hann kominn sko líkt og VG. Já, kannski. Þú verður ekki partur á flokksþinginu helgina? Nei. Ég gekk úr þessum flokki. Og sko, ég held að skipti kannski ekki, ég veit það ekki, kannski skipti það máli hvernig þetta formannskjör fer. Ég er þó ekki viss um það. Ég held að það svona, mér fannst það ekki vottaði mikið heilbrigði í mínum gamla flokki þegar það var enginn sem bauð sig fram til að taka við af Einari Þorsteinssyni í borginni. Nei. Hann er svona kominn á eitthvað mjög erfiðan stað og kannski bara endalokum. Það allt breytist. Ólafur Þ. Harðarsson sagði við mig hérna við Rauðaborðið, ekkert alls fyrir löngu að Ólafur Þ. Harðarsson, stjórnmálafræði prófessor. Fyrirgefðu. Hann sagði við mig hérna við Rauðaborðið hérna fyrir annarkot vikum eða mánuðum að sko hlutverk Framsóknarflokksins væri svona óljósara heldur en oft og ég verð að viðurkenna það, ég veit ekki alveg fyrir hvað Framsóknarflokkurinn stendur í dag, ég veit ekki hvort það skiptir máli. Jú, hann hefur ákveðið hlutverk. Sem byggðaflokkur þá. Sem byggðaflokkur. Sem flokkur sem stendur vörð landsbyggðina og landbúnaðinn. Já, ég skal kvitta undir það. Og að því varst nú að spyrja á hann að hvað ég hefði sagt í þessum þáttum hjá ánum Agli Helgarsinni í gamla daga að þá held ég að ég myndi verið þetta að ég held að það verið kenningu að það verið ránt að átakalínur samtímans lægju milli hægri og vinstri.
ég held að lægi milli Framsóknarflokksins og Alþýðuflokksins. Já. Og það hefur sannast meir og meir. Já. Þær hafa vísu orðið mjög skrýttar átakalínur með sko uppgangi fasismans sem að miðflokkurinn tekur upp á sína arma núna nokkuð óhyggað og heldur óhugnarlegt á að horfa. En sko að hluta til eru þetta líka átakalínur, þessar sömu átakalínur sko hins þjóðlega á móti hinu alþjóðlega og þessi alþjóðavæðing sem við sko lifum undir, hún nefnilega ekkert mikið sko geðslegri heldur fasismin og kannski drifkraftur hans þegar þið gáð. Því að sko það ekki ýkja lýðræðislegt að leggja allan heiminn undir fætur örfára amerískra stórfyrirtækja. Það hefur það er margir hlutir sem þarf að brjóta niður á næstu árum og áratugum og ég nú sá bjartsýnismaður, ég held að það verði gert. En líkingamáli sem þú notar með átakalínuna milli Framsóknarflokks og Alþýðuflokksins, til hvers ertu að vísa? Ertu að vísa annars vegar í smæð, hið dreifða, hins vegar hið þétta? Ég bara vísi í mjög svo margt. Sko ég held að það hafi alltaf verið mjög dýrmætar átakalínur. Ég meina, eigum við að fylgja henni, já, hvað maður segja, sósíalísku leið að framleiða bara, sko reyna að vera sjálfum okkur nógir og framleiða sjálfur það sem við ætlum að nota og vera ekki, sko, og íta undir okkar eigin, sko, framleiðslu, eða eigum við bara að vera upp á kaupmennskuna og galopna landið. Þetta eina átakalína. Eru kratarnir þar? Sko, kratarnir á okkar tímum og þarna strax, alla þessa öld og runni lengur. Það er svona svolítið teygjanlegt hvað þetta reykjaða langt og þeir sem að sko raunverulega gera tilkall til þess að vera vinstrimenn, þeir eru fyrir löngu gengnir í björg frjálshyggjunar. Þeir trúa á algerlega að það sé hinn sko frjálsa samkeppni og alþjóðaviðskipti sem bjargi öllu. Við heyrum þetta dag hvern að það geti engin þjóð komist af nema opna fyrir öll viðskipti og það geti ekkert gott gerst neinstaðar nema undir hatti frjálsra viðskipta. Frjálsra alþjóðaviðskipta og frelsis í atvinnumálum í öllum löndum. Og svo étur þetta hver eftir öðrum og enginn kíkir í mannkynssöguna, enginn kíkir í bók. Það er ekki eins og menn þurfa að fara að lesa sko Súmera til að skilja þetta. Þetta er bara á okkar sko líftíma gerist það að tvær stærstu efnahagsheildir heims, tvö langfjölmennustu ríki heims, Indland og Kína, þau reisa sig frá sko viðvarandi hungri og örbirð hjá stórum hluta sinna landsmanna yfir í það að vera bjargálna. Hvernig? Með frjálsum viðskiptum? Með því að opna löndin? Nei. Með hardcore sósíalisma í báðum löndum. Indland sem ég heimsótti 1985, það var sósíalist ríki þar sem hún gast ekki einu sinni keypt Coca-Cola og þú gast orðið ríkur á að fara þangað út með gallabuxna þínur og svefnpokann og selja hana því það var allur innflutningur bannaður í landi. Og þá náttúrulega verður ákveðin eftirspurn, þá verður hið forboðuna alltaf sko svo mikið gull. Þannig komst Indland á fætur og Kína líka. Hver erum við alltaf að halda fram? Það sé bara hægt að komast á lappir með því að falbjóða sig öllum auðhringum heimsins. Hver sagði okkur þetta? Gæti það verið að hafi auðhringandi sjálfur sem sagði okkur þetta? Ekki einu sinni, heldur aftur og voru í raunin að vinna nákvæmlega eins og
landlæknir þegar hún var að heilaþvo okkur í COVID með því að segja bara sömu vittleysuna, ég er ekki að segja að Alma hafi gert það, ég tek það bara aftur fram, ég hef ekki vit á sóttvörnum, mér fannst hún segja sömu hlutina svo oft, þess vegna tekið sér dæmi af það. Auðvaldið, það hefur aftur á móti gengið þarna mjög óhyggalli verks, alla mína líftíð. Það hefur hamrað á þessu og þetta hefur verið miklu meiri klifandi í þessu alla þessa öld. Það er bara að segja sömu lygina nógu oft og þá verður hún sannleikur. Þráttur að þú sért sko að brjóta niður og eyðileggja lönd með þessu. Því að mín kæru Afríkulönd þau hefur ekkert öll farið mjög vel út og því að opna allt er bara gátt. Það er ekki þannig. Ertu þá í grunninn sósíalisti með baggaband reyrt þið miðjan í beltistað? Nei, ég er bara framsóknarmaður. Ég er bara svona náttúrulegu framsóknarmaður. Ég þarf ekki endilega að vera í einhverjum flokki til þess. Ég bara er það. Já, einmitt. Og ég hef aldrei sko skipt alvarlegum skoðun. Það er að segja að því slepptu að ég sko var þegar ég var 15 ára þá varð ég stalinisti í menntaskólanum á Laugarvatni og kannski í eitthvað misseri trúði ég að Jósef Stalin og Kim Il-sung og Pol Pot hefði verið bestu menn heimsins en ég gekk nú mjög fljótt af þeirri trú og áttaði mig á því að þetta var nú ekki alveg rétt mat en síðan hef ég svona haft sömu skoðun alltaf. Já. Bjarni, við verðum að ræða tvennt áður en ég sleppi þér. Annars vegar listina, ritlistina, útgáfustarfið þitt og svo ætla ég að klára hérna þetta spjall með þér að fara með þér til Afríku. Þú hefur 9 sinnum alls heimsótt Afríku og ég veit að mig langar til þess að heyra aðeins af svona upplifunum þínum í Afríku og hvernig það er að fá samanburð á milli heima. En fyrst skulum við hérna fara yfir í útgáfustarfið. Hvað ertu búin að vera lengi í þeim bransa? Bókarútgáfu? Ég í bókaútgáfun hefur nú ekki verið nema, ég gaf fyrst út bók 2001. Já. Og það var nú bara bók, þetta sjálfum mig sem að útgefandi hérna í bænum ætlaði að gefa út fyrir mig, sko. Ég var í blaðútgáfu og ætlaði ekkert að bæta þessu við. Nei. En svo gekk það ekki eftir og voru erfiðleikar þar og hérna og þá gaf ég þessa bók út sjálfur. Hver á bókin? Bókin, hún, ég er nú ekki að tala um hann, hún er löngu uppseld. En hún fæst af þessu í fornbókabúðum eins og þeim sem ég er. Landið, fólkið og þjóðtrúin heitir hún. Og ég er svona kortlagning á þjóðsagnarstöðum í Árnessýslu. Yfir skilvitlegum stöðum. Eftir þig? Já. Og þarna er áhugasvið þitt komið? Já, ég hef, það er svona eitt af mínum áhugasviðum, sko, er þjóðsögur og ég les þær alltaf mikið. Þegar ég hef ekki annað að lesa, þá get ég alltaf dottið inn í þann heim. Og landinu og fólkinu hefur sannarlega áhuga líka. Já, og þessu samspili og svona, en sko, ég hef áhuga á sko, þjóðsögum og hindurvitnum svona sem sögulegum hlutum. Ég hef það ekki þegar kemur að sko nútíma spiritisma. Ég hef alltaf meira fyrir efasemdir en trú. Og, já. En hvenær stofnaður Sæmund? Já, sko, Sæmundur er náttúrulega í rauninni aldrei, sko, það er nú ekkit sko mjög formleg dagsetning á því. Þetta er alltaf bara, ég er svo frumstæður, ég er svo gamaldags að ég er alltaf bara með sömu kennitöluna. Já. Frá því ég bara byrjaði í rekstri á Sunnlenska fréttablaðinu. Bændablaðið var aðeins flóknara hlutafélag sem ég hafði stofnað þar, það átti það svo margir. Þú ert ekki kennitölur flakkari? Nei, ég kann það ekki. Og ég gaf nú út fyrstu bókina út undir bara því sem ég kallaði Sunnlenska bókaútgáfan og bara hluti af Sunnlenska fréttablaðsrekstrinum og seinna breytti ég þessu nafni svo í Sæmund, hvenær það var nú nákvæmlega. Þá vorum við nú búin að gefa út svolítið að bókum undir þessu gamla heiti en það hefur verið svona eitthvað tíman kringum 2010, 11, eitthvað slags. Síðan hefur þér vaxið fiskur hrygg, er það ekki? Hvað þeim skapst út marga bækur í fyrra? Kannski 30, eitthvað slags. 30 bækur? Já, eitthvað slags. Þetta er lítil útgáfa, þetta er nú mikið á þessu bara litla ljóðabækur og þetta er svona
og þetta nú unnið, eiginlega vinnan öll við þetta er unnin að verktökum meir og minna sem sitta hér í Reykjavík en líka svo sem fyrir austan eitthvað og ég er nú bara sendill eiginlega í þessu fyrirtæki. En hvernig nennir þessu? Já. Hvers vegna ertu að þessu? Já, ég hef oft hugsað sko að ég hætti í þessari útgáfu, ég hefði það mikið að gera sem fornbókasali, það er mitt aðalstarf. Já. En þá svona hvert verkefni það er oft minna mála, það er oft minni vinna fyrir mig að gefa bara bókina út heldur hann að reyna að komast undan því og þess vegna að gefa út bókina. Já. En er til annars svar? Er svona sko skiptir máli að sem flestar raddir okkar sagna glöðu, fróðleiks, þyrstu þjóðar? Já, það er mikilvægt að fólk geti gefið út, komið út sínum ritsmíðum. Og ég hef náttúrulega verið mikið, sko svona síðustu alveg 10 árin verið mikið til í svona kostuðum verkefnum fyrir almenning. Það er að segja, sko, fólk sem er að gefa út sína fyrstu skáldsögu og fyrstu ljóðabók, það er ekki beinlínis með þá eitthvað sem er líklegt til að bera sig á vængjum hins heilaga markaðar. En það er samt með eitthvað sem það hefur þörf fyrir að gefa út og það er það sem við höfum svona, já, komið á móts við. En segir oft nei? Nei, ég geri það nú ekki. Ég reyni að koma allir móts við það sem svona allt sem er raunhæft er, sko. Það kemur alveg fyrir að ég segja að menn þurfa að vinna eitthvað betur. Já, og þú reynir þá bara að koma hlutum þannig fyrir að forlagið sitja ekki upp með skaðan eða sérst ekki en einasta bók. Já, ég reyna að hafa það og mér hefur tekist það. Já. Sko, fornbókabúðin, eða eru þær tvær? Já, sko, við erum með tvær búð. Við erum með eina búð hérna í Reykjavík í Ármúlanum og svo erum við búð fyrir austan. Já, og búðin hérna í bænum er náttúrulega fyrst og fremst fornbókabúð. Þetta er svona blandaðara fyrir austan. Báðar selja svo sem bæði nýjar og gamla bækur en það er svona yfirgnæfandi í viðskiptum að við erum aðalega að selja gamlar bækur og við erum í meira og meira mæli að selja, erum að kaupa söfn með gömlum dýrgripum og ég er afskaplega heppinn með starfsmenn, bæði fyrir austan þar sem að sveitungi minn, Anna Björk Eyvindardóttir á Kjóarstöðum, svolítið flott kona, eins og allar konur úr tungunum eru og svo sem hefur stýrt bókakaffinu hjá okkur og svo fekk ég hérna í Reykjavík þegar við opnuðum búð hérna í COVID það var náttúrulega sko svona freisting sem ég stóðst ekki að þegar öllum lundabúðanum var lokað og það var hægt að sjá það að það verið að fá leikt verslunarpláss á skikkanlegu verði þá var svona freistingin það mikil að prófa þetta og opna búð í Reykjavík. Já, þetta eru tvær mjög skemmtilega búðir en sko búðin á Selfossi er náttúrulega ákveðið listaverk bara. Þetta er heill heimur út af fyrir sig. Já, það er þakklátt starf en hún náttúrulega hefur lifað sko af vegna þess hvað hefur verið mikill vöxtur í ferðamennskunni og við höfum greiðlega góða kynningu á þessum vefsíðum þar sem er fjallað ferðamannastæði og útlendingar elska að koma að nefna ekki. Þeir hafa eiginlega, sko viðskiptavinnir hafa eiginlega séð auglýsinga sjálfur hliðina fyrir okkur. Og drekka kaffi og fá þér eitthvað í bókum og kaupa bækur. Það er ekki þannig, sko okkur hættir til að taka sko hlutina og bókstaflega Íslendingum og öllum kannski að bókin sé alveg dáin, það sé alveg búið með hana, það sé allir bara hlusta á hljóðbækur og svo framvegis. Það er ekki svo. Það er auðvitað margt breyst, en ég hugsa nú samt að bóklestur, bæði hér á landi og líka erlendis, þetta er nú kannski með stærstu áhugamálum einstökum áhugamálum sem að þú finnur. Já. Sko, miklu stærra heldur en laxveiði, jafnvel stærri en golf, ég veit það ekki. En fornbókakaupendahópurinn, sem sagt, hverjir kaupa fornbækur? Það er alltaf
til áhugamannahópur sem að leggur fyrir sér bókasafnun. Sumir safna öllu og aðrir safna svona kannski einhverjum afmörkuðum hlutum. Útlendingar kaupa þeir íslenskar bækur að þeir? Já, útlendingar koma og kaupa dýrar íslenskar bækur. Koma þeir gaggjart til landsins stundum til þess að kaupa bækur? Já, koma sko, fólk sem á kafi í norrænum fræðum eða ferðasögum, það allt til í því. Hver mesti dýrgripurinn sem til sölu núna? Eða hvað hefurðu? Við eigum núna eitthvað af þessum gömlu fyrstu útgáfum, menn byrja að prenta íslensku fornsögurnar á 17. og 18. öld. Það eitthvað af þeim byggja var síðast yfir upp í hillu. Hvað myndi ég þurfa að bjóða í hana? Þetta ekkert eitthvað, þetta alveg bækur sem sjást á markaði og þetta, ég ætla nú ekki að segja, ég man ekki svona verðtölur. Það mikill munur á Hálfa milljón, 1 milljón? Nei, þú ert nú ekki alveg upp í 1 milljón þarna, svona nær fyrir tölunni, með svona bara mikið af þessum bókum, og þetta voru mjög alþjóðlegar útgáfur, því að menn gáðu þar út á norrænu, íslenskunni eða forníslenskunni eða hvað við viljum kalla það, og stundum dönsku líka og svo auðvitað latínu. Og þetta eru svona 3 mála bækur, í hverju opnu og allir þessi textar og latínan var auðvitað sameiginlega mál menntamanna. Og eitt mjög skemmtilegt að sjá í þessum bókum að menn prentuðu latínuna með latínuletri, þjóðtungurnar, þegar það fyrir að prenta þær, þjóðtungur Evrópumanna, þá var ekkert að prenta það með latínuletri, það var að prenta með gotnesku letri eða yfirleitt gotnesku letri allavega í norðurinu. En norrænuna, forníslenskuna eða íslenskuna, hvað sem við viljum kalla það, eftir bara að hana mátti prenta með latínuletra því að hún var ein af frumtungunum eins og grískan og latína og fornnorræn. Þannig að magnað. Þetta var heimur og þarna ég að tala heimur, þetta var heimur danskra menntamanna, skandinavískra menntamanna og þýskra menntamanna á þessum tíma. Mjög áhvert. Ég hef verið afskaplega lánsamur með þessa verslun í Reykjavík. Ég fekk verslunarmann sem var búinn að vera við hafði aldarfjórðungsreynslu af því að selja meðal hans geisladiska sem var náttúrulega hvarf nú svolítið fljótt og hratt út úr menningunni en á nú kannski líka endur komið von. En hann stýrir þessari búð fyrir mig, Jóhannes Ágústsson, og gert þetta afar vel og mjög fær í sínu starfi og það einn bókfróðasti maður bara sem við eigum. Já, einmitt. Það fer nú, við erum búnir að vera hér núna, Bjarni, að spjalla í 7 korter, klukkutíma 45 mínútur. Leið ekki rætt bara? Og ekki vel kannski. Kaffi mitt búið, það aðeins eftir að vatni. Ég ætla að skreppa með til Afríku. Þú sagði mér þegar við vorum þegar við hittumst áður en við kveiktum á hljóðnumunum og myndavélunum að þú hefði farið 9 sinnum til. Ég held að sé eitthvað 8 eða 9 sinnum. 8-9 sinnum. Bara frá og til fleiri landa, stundum til marga landa. En frá aldamótum cirka. Já. Og þessi mikli áhugðin, í hvað ertu að sækja? Ég nú bara að reyna að komast í burtu. Já. Og kannski maður þá alltaf mest að reyna að komast í burtu frá sjálfum sér og öllu því sem maður býr til í kringum sig. Já. Og það er hluta af alþjóðavæðinguna, það er konur svona reikisamninga út allt, þannig að maður er jafn mikið heimaðu sér þó maður farið til Kaupmannahafnar
því að þú ert jafn mikið, en þarna ég komin aðeins fjær og svo hef ég var mjög lengi haft þessi dellu að fara og ég var nú farið líka mikið til Asíu og verið í Indlandi og Pakistan og viðar og ferð oft skömmu eftir jól? Ég svona, seinni árin haft þetta eiginlega sér reglu að fara bara strax til jól og veri í mánuð. Það svona, ég ekki alveg á hverju ári þetta ruglaðist náttúrulega svolítið í COVID og svona. Og helst að fara eitthvað aleinn. Já, það lykillinn að þessu. Vera þar sem að ég get ekki tala við nokkurn mann. Já. Það svolítið gott. Oft í aðstæðum þar sem að þú skilur ekki tungu innfættra og þeir skilur þig ekki. Nei, og það sé engin, ég verið til dæmis í Frönsku og Afríku, ég tala enga frönsku og ég ekki málamaður, ég ágætt, ég geti bjargað mig vel í ensku og jafnvel í dönsku, eins og allir bara. Ég var í Kólumbíu fyrir rúmlega ári. Þar talaði upp í kaffifjöllan og þar gæti ég ekki tala við nokkurn mann og það var æðislegt. Já, það var gott. Það var svo góð kvíld, sko. Hún er sérlega maður sem bladrar samfellt í 7 korter á þess að vita af því og hann þarf að fara í meðferð. Slítur þú þá líka tengsl við til dæmis Íslands samfélag með því að klippur á internet? Nei, ég hef ekki verið. En ég var að láta mig detta það í hug. Ég verð svolítið varfið að mér sjálfbáðarlega sem ég fæ stundum til að koma til mín að þeir eru sem að prófa þetta að vera ótengdir og ég hef alveg hugsað það, kannski þetta maður að gera þetta. Eigandi fjölskyldu, þá finnst mér alveg tilhugsunin og samt svolítið, ég þyrfti nú alltaf allavega að heyri í elinu minni, helst daglega, sko, en það auðvitað að gera með bara einföldum gamaldags símtölum. Já, það hægt. En nú er frekar stutt sem þú komst, var það Tanzania? Já. Hafðirðu sótt það ríkið áður heim? Nei, ég var aldrei komið og ég hef verið í Kenya 2 svar, en sem næsta landi við. Og var nú bara rétt við landamærin, ég var að labba upp á smá fjall og svo bara svona. Þú labba upp á smá fjall, segir þið? Já, ég labbaði upp á litla fjallið, sko, það stórt fjallanna sem mjög margir labba á. Ég taldi mig ekki eiga möguleika á því. Varst ekki næstu í dauður í einhverju ferðan? Nei, ég var illa haldinn á hæðaveiki. Ég á í rauninni ekki að stunda því ég er ágætur í að labba á fjöll, ég hef gert það tölvöld mikið. En ég þoli ekki, sko, ég er orðinn hæðaveikur í svona 2800 metra hæð. Já, upp. En lærir ekkert af reynslu? Ég hef reyndað, sko, mjög langað, svo. Hæst hef ég labbaði á Mont Kenya, sem 5000 metra og núna fór ég á fjall sem 4500 metra. Já. Uppkomstu? Já. Það merkilega var, ég þannig að færi til tal við eitthvað lækni þegar ég man eftir því. En sko, ég var að taka hennan lyfjakokteil sem að útlutað Tómas höfundur að honum, þá kom ekki beint frá Tómas til mín. Okay. Þetta er þekktur lyfjakokteil. Háfjalla lyfjakokteil, til að koma veg fyrir háfjallaveiki. Og ég notaði þetta líka þegar ég labbaði á Mont Kenya. Það sem gerðist var það að ég var framan af alveg óskaplega veikur, fjallganga var nokkur hröð, en síðasta daginn þegar kom að síðasta sem ég taldi að ég þá bara liggja, ég var alveg ákveðin í því, ég mun ekki fara lengra en upp í síðustu búðir og þá voru semst 1000 metrar eftir upp á það. En þegar kemur að þeim þá við erum vakkinat upp á miðnætti og ég ákvað að fara á fætur og fá mig te með hinnum og allir búin að afskráða þig? Já, allir búin að afskráða alveg og ég fyrst, sko. En þá allt í einu er lyfin greinilega komin í fulla virkni. Þá er ég búin að taka þau í 3 daga og ég var manna sprækastur síðasta daginn. En það varði nú stutt, svo varði ég er náttúrulega orðin gamall, svo varði ég haltur á leiðinni niður. Eitthvað svona liða, eitthvað svona njávesen. En þú náðir þínu markmið? Ég náði markmið, Las ég það ekki í einhverju Facebook-fæsluðinni að ef þú hefði reykt meira þá hefði gengið betur? Var það ekki einhvern veginn þannig? Þú mátt nú ekki trúa öllu sem að sagnamenn segja. Ég var alveg, ég var svo illa haldinn að ég gat eiginlega ekki reykt. Já. Þá var bleik brugðið. Já, þá nú feigðin eitthvað skammt undan. Já.
sennilega. En þú hefur lifað þetta af, ef þú svona, það eitthvað þarna í menningunni sem að hrífur þig, það ekki? Það líka, það sko í þessu, við tölum oft sko að þetta sé sko þess að fátækt í ekkert bara Afríku heldur í þessum löndum sem að voru nú kallaði þriðja heimslönd þegar ég var ungur og nær svona yfir stóran hluta af Asíu og Afríku og Suður-Ameríku. Það sko lífið þarna einhvern veginn það bjartara yfir því. Það ekki eins fyrringin hefur ekki teymt þetta fólk eins langt inn í ógöngur. Það auðvitað margt sem að fer aflaga og það margir sem að lifa við kröpp kjör en í grunninn held ég að þarna sé ekki minni hamingja eða jafnvel kannski bara miklu meiri og lífsfylling heldur en í löndum þar sem sagt að séu lengra komin hvert sko. Þau lengra komin í velsæld, þau lengra komin í framförum eða þau lengra komin í einhverja afturför offyllisins. Hvert markmiðið með langlífi án lífsgæða? Já, og sko, já, þetta getur náttúrulega ekki verið sko, þetta getur náttúrulega ekki verið að meginmarkmiðið sé langlífi, þó að sé ábyggilega ágætt að ná áttræðis en íræðis aldrei ef maður heldur heilsu en það hljóta að vera önnur markmið sem að og fyrst og fremst sko að menn sko öðlist einhverja lífsfyllingu og finnist þeir hafa lifað sko eitthvað sem þeir eru þakkláttir fyrir. Við erum ekki þakklátt fyrir margt. Nei, það vantar rosalega mikið þakklæti í veröldinu. Já, það af því að það svo okkar veröld hér sko. Já, það vantar. Já, ég alveg sammála þér með það. Það þvert á móti heimtufrekja sko. Já. Og einmitt sko í sko ógnin einmitt þessi að við sko við höfum enga möguleika á að fullnægja neinu af því að okkur svo bumbult. Já, einmitt. Okkur bara bumbult. Já. Brosað meira. Já. Svipriðin önnur. Já. Það ekkert langt sem ég heimsótti hérna í annarskipti Máritíus og hérna mér bara yndislegt að hvað maður einhvern veginn sjálfur eftir svona 2 vikur komin út úr íslenska drumbshættinum og orðin einhver alltunnur manneskja sko. Upplifir þú það líka? Jú. Og ég bara sko ég bara upplifa einhvern veginn ég kom miklu nær sko lífinu. Okkar líf svo mikið og það á við allstaðar á Vesturlandi. Það er svo mikið falið. Við erum náttúrulega orðinu svona eintrjánungar. Þetta fólk, við tölum oft illa feðraveldi og það margt hægt að segja það. Oft nú kannski betra að reyna að sjá sko, björkan í eigin auga. En í þessu feðraveldi sem að sko, í svo gamla kerfi, þessu fjölskyldu kerfi sem mikil miskilningur að séu sko, að þar séu bara kallkynið að kúa kvenkynið. Það ákveðin stjórnun í gangi og hún nær til beggja kynja og hún mjög hörð. En það er líka ákveðin samstaða. Það er ákveðið samfélag. Það sem við höfum svift svo marga á okkar Vesturlöndum, það samfélagin. Við skiljum eftir svo stóran hluta af okkar þjóðum í einsemd og við gerum það enn frekar núna þegar við erum hætt að fjölga okkur og við verðum bara sko svona safn af eintrjánungum einmana eintrjánungum
þetta er ekki gott, það er ekkert fallegt við þetta. Og þessu er eiginlega ekki við bjargandi. Nema menn sko snúi við í tíma. Svo spurningin hvort jörðinni sé ekki helst við bjargandi ef við bara tekkum út þetta fólk sem köllum menn. Við getum kannski falið Guði ef hann eða þeir eru þarna einhvers staðar og hafa einhvern mann verið til. Þeir getur kannski hugsað svona, nei, sko, það er fullkomin, það er eiginlega, ég heyri fólk stundum tala svona, sko, að reyna að hugsa heiminn án þess að hugsa hann út frá manninum. Þetta er ekki bara heimskulegt. Þetta hlýtur að vera ákveðin geðveiki. Vegna þess að, sko, við getum ekki og við eigum ekki að geta, sko, það að halda að maður geti hugsað án þess að hugsa út frá hagsmunum mannsins er bara rökleysa. Við erum menn og við hljótum að hugsa sem menn og þegar við hugsum sem menn þá hljótum að hugsa út frá því að við erum menn, hluti af þeirri tegund. Ljónið getur aldrei farið að þykjast vera kanína. En ef við erum bara einbyggð af mörgum í alheiminum og það er líf hér á öðrum sólkerfum og öðrum hnöttum og allir tala íslensku eins og Helgi Pétursson sagði. Okkur hefur verið falið að gæta hérna þessa hnattar og við förum okkur var ekki falið neitt, við erum bara hér. Já, ég meina okkur var ekki en við förum ekkert sérlega vel með hann sem stendur þennan yndislega hnött. Því í endimörku vaxtarins frægri bók sem ég passa að eiga alltaf og fleiri bókum sem kom út á þeim tíma þá spáðu menn því fyrir hálfri öld síðan eða svo að jörðin ætti örfá ár eftir og þá væru öll hráefni búin, þá væri allt búið og þá myndu menn allir deyja. Seldist nú vel? Þessi bók, þetta er fræg bók, hún seldist mjög vel. Já. Og menn heimsendaspár. Og þetta var ekki heimsendaspá einhver sértrúarsafnaðar. Þetta var heimsendaspá réttrúnaðar þess tíma. Þetta var heimsendaspá vísindasamfélags þess tíma. Þetta var heimsendaspá algjörlega sambærileg við þær heimsendaspár sem eru núna. Og ég er alveg sannfærður það að það eina sem að við eigum að gera, það er bara ekki við auðvitað, ekki gömlu mennirnir, en það sem við eigum að fá hvetja börnin til að gera, við stjórnum víst ekki, það er að fjölga sér og uppfylla jörðina og það er allt í lagi. Það er allt í lagi. Það er ekkit eins og jörðin sé komin á okkur, ég kaupi það bara ekki. Það er ekkit eins og jörðin sé komin á okkur loka stig og það þurfa að fara mókun í alla skurði. Við kannski stærsti feillin sem við erum að gera í dag, það er þetta hvernig sko allt mannkynið er að flytja inn í borgir. Það er mjög varasamt. Það verður svo mikill mengunarpollur á litlu svæði. Við eigum að uppfylla jörðina. Nú, sko sem er orðtak úr biblíunum, nú er ég ekki að halda fram að það sé sagt af einhverjum yfirskilvillegum krafti eða hafa einhverja yfirskilvillega þýðingu, því ég trú ekki á yfirskilvillega nema bara... Ertu ekki trúaður? Ég heiti á Strandakirkju ef mér er mikið í mun. En ég tel langsennilegast að henni sé alveg sama og það sé enginn þarna út í kosmósinu sem heyrir mín áheit. En ég borgar samt alltaf ef það gengur eftir sem ég hef óskað eftir. Mér finnst bara gott að hafa þetta er raunni bara huggunar aðferð sem ég nota fyrir mig og aðrir með að hafa aðrar kirkjur eða hvað sem þau vilja. En sko ég held að við séum síst of margir á jörðinni og okkur er ekki að fjölga í raun og veru núna. Það stefnir allt í sko fækkun. Ekki bara á Vesturlöndum, heldur mikið í stórum hluta Asíu líka. Inngrip Mao Zedongin í fólksfjölgun Kínverja hefur eitthvað skelfilegar afleiðingar en þetta í dag, þó svo sé búið að gefa allt frjálst hjá þessum 15 mannkyns eða hvað þeir eru mjög stór hluti.
Þú nefndir einokunarkapítalisma áðan. Ég hef stundum talað rányrkjukapítalisma sem hefur allt undir. Það náttúrulega sko, það til nægu matur í heiminum. Þetta nógræktarlönd. Til nægt rými. Já. Það eru allar aðstæður til þess að við séum. Og þó við værum miklu fleiri. Við nýtum svo lítinn hluta á jörðinni og látum svo stóran hluta af því vera ónýtta. En kerfin eru þannig, misskiptingin, hún bara að verða þannig að sko út á stjórnskipulagi, þá vandi. Já, það er stjórnskipuna, það er stjórnunarvandi og það er líka sko þessi árátta að yfirgefa öll dreifðu svæðin og flytja inn í litlar borgir. Það er ekki bara að það sé sko fylgið í óæskileg mengun og óæskileg áhrif á það umhverfi sem er þá næst þessum mikið þéttbýlu stöðum. Heldur það líka við missum sjónar á löndunum þar sem engin eða mjög fáir. Og með því að missa sjónar á þeim svæðum, þá missum við þetta sjónar á þeim möguleikum sem að þau svæði gefa af sér. Ég og þú vitum ekkert möguleikan á Kamtsjakas nei. Og ef að það er engin á stórum svæðum eins og er að verða meir og meir í heiminum, þá erum við ekki að nota okkur með réttum hætti. Sko, og nú tala ég ekki fyrir því að sko rányrkjan auðvitað eitthvað sem er einna mikilvægast að stöðva því að við með því erum að eyðileggja möguleika framtíðarinnar en við erum að þora að nýta skynsamlega alla jörðina. Já. Bjarni, það sem að mér finnst alltaf gaman við þig er að þér er ekki sama og mín trú er svo að við þurfum fleira fólk sem er ekki sama. Það er ekkert verra en fólk sem er sama. Og hvað sagði Birgir Jónsson, leikritaskáld í leikritinu svona dofin ónæmistykkildi sem að láta sig engu varða. Það við viljum það ekki. Þetta er að verða búið hjá okkur. Hvernig, okkur tókst að vera leiðinlegir. Já, það ekki. Það er allir búin að slökkva núna. Já, ég veit þetta. En fyrir þá sem eru ekki búin að slökkva, hvernig hefði þú sjálfur tekið þetta viðtal? Ef þú hefði verið í mínu sæti? Ég hefði verið löngu búin að slökkva. Það er stóri munurinn. Já. En Bjarni, kæra þakki fyrir komuna. Þetta þetta var mér ánægjuefni að fá þig hingað að rauðaborðinu og já, það ekki, þetta er fyrst skipt sem það kemur. Já, ég hef verið mjög latur við að fara já, ég reyni alltaf að þegar kom upp á sko Reykjavíkurferðir, þá fresta ég þeim og ég er búin að læra það að með því að fresta Reykjavíkurferð svona 3 svar þá er meir en helmingslíkur á að hún detti niður. Þannig tekst mér að drepa þær. Og konar að redda hlutunum öðruvísi, jafnvel búin að svæla menn til að koma þá austur, af því þeir eru óþolumóðir út af einhverju sem þeir halda að breytist eitthvað með því að hitta mig sem er nú yfirleitt misskilningur. Ég er nú ekki sá galdra maður. Kæra þakki fyrir komin og takk fyrir spjallið. Takk. Bjarni Harðarson, bóksali, maður vikunar á þessum ágæta laugardegi. Mér langar að þakka ykkur hlustendur og áhorfendur fyrir samveruna og minni á það að hér eftir hádegi birtum við úrval af svona völdu efni liðinnar viku við rauðaborðið á Samstöðinni. Nú á morgun verður svo bein útsetting eins og jafnan hefst klukkan 12:40. Við köllum það Syni Egils og það sem Sigurjón Magnús og Gunnar Smári eru enn að í þjóðmálaumræðinni og fá marga góða gesti. En þessum þætti er lokið, verið sæl. Segðu það á Samstöðinni.